borðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Þá fáum við hingað gest sem sér okkur á sér og leyfir okkur að spegla okkur í viðkomandi. Og nú það Davíð Þór Jónsson, prestur, ekki? Jú, jú. Nú verið margt. Fyrrverandi sóknarprestur. Fyrrverandi sóknarprestur. Hvernig hefur það? Ég hef það bara þokkalegt. Já. Margt gott eins og maður sagði. Það er alltaf hægt að finna sér einhvað kvarta yfir, sko, ef maður þannig stemdur. Man getur alveg leitað og fundið, en svona þegar á heildina er litið þá hef ég ekki mikla ástæðu til að kvarta. Allavega ekki miðað við sorglega marga sem ég hef kynst í gegnum tíðina. Já. Þú sagði fyrrverandi sóknarprestur, hvað? Það voru gerðar breytingar, sko, ég var á sínum tíma ráðinn sóknarprestur í Laugarnesprestakall. Svo voru Laugarnesprestakall og Ásprestakall og Langholtsprestakall saminuð í eitt prestakall sem heitir Laugardalsprestakall. Og þá var fyrst Guðbjörg Jóhannesdóttir og síðan Sigurður Jónsson, væntanlega í krafti bara starfsaldurs, gerð að sem sagt sóknarprestum. Það getur bara verið einn sóknarprestur í prestakalli og það er svona að vera Guðbjörg gerð að sóknarpresti í hennu nýja sameinaða prestakalli. Svo þegar hún varð prófastur að þá tók Sigurður Jónsson í Áskirkju við. Þannig að ég fór úr því að vera sóknarprestur í litlu snotru prestakalli í Reykjavík í það að vera prestur í stóru prestakalli. Í þessu prestakalli? Í þessu nýja prestakalli. Ég er með sömu skrifstofuna og starfið er nokkurn veginn það sama og það var, sko. Ég þurfti að skrapa orðið sóknar af skiltinu á skrifstofuhurðinu minni. En hvað er þetta eitthvað sem kirkjan er að pröfa að hafa svona marga presta saman? Já, sko. Grafarvogsprestakall hefur verið svona lengið, ekki? Jú. Heil hera prestuðar. Já. Þetta er stórt prestakall? Já, og ég man ekki alveg hver talan er, en það er miðað við að það sé einhver, sko, mörg sóknarbörn á prest, nema náttúrulega landafræðilegar ástæður krefjist annars. Og og það sem sagt var ákveðið að skera upp herur gegn þessum svokölluðu einmenningsprestaköllum, allavega í þéttbýlinu með sameiningu. Prestar hafa gott af því að vinna saman, verða ekki eins og heimaríkir hannar og kongar í sínu eigin ríki, sko. Og í þessu nýja sameinaða prestakalli eru 4 prestar, sem þýðir að 4. presturinn er, sko, þannig það er að jafnaði 1 og 1/3 prestur í hverju kirkju, sko. En ert þú mest í þinni gömlu kirkju? Já. Við gerum á milli okkar samstarfssamning og sem sagt, ég er svona með Laugarneskirkju á minni könnu, en ég messa líka í Áskirkju og við svona hlaupum í skarðið hvert fyrir annan. En mestu er þetta óbreyttur af það? Þetta er mjög svipað og það var. Þetta er fyrst og fremst skipulagsatriði. Þú ert svolítið svona lengi á leiðinni að verða prestur. Kanntu við þetta? Á þetta vel við þig? Það eru 12 ár síðan ég vígðist. Á þetta vel við þig? Og ég hef starfað sem prestur núna það eru 14 ár síðan ég vígðist. Það er starfað sem prestur núna í 12 ár. Ég hef ekki unnið svona lengi á neinum vinnustað áður á ævinni. Þannig að ég kann yfirleitt vel við mig. Þetta er oftast skemmtilegt og krefjandi en maður er stundum settur í kringumstæður sem maður myndi ekkert óska sér eftir og engin maður myndi velja sér en lífið gerist og einhver þarf að gera þetta og þá er eins gott að það sé einhver sem kann það og gerir það vel. Þá er ég tala um að halda í hendina fólki sem verður fyrir áfalli. Einhver þarf að gera það. Það er kannski einhver skrítið við að sækjast eftir því að vera í þeirri stöðu. En heldur það fái meira á þig en marga aðra eða? Nei, sko, maður kemur sér upp tækni við að distansera sig. Þú veist, það er óhjákvæmilegt að smitast af sorg og örvæntingu.
Það þarf ansi sterk bein til þess að smitast ekki af því og í raun og veru þarft að smitast af því til þess að geta verið til staðar fyrir einstaklingin. Þú getur ekki bara verið eins og kaldur veggur, þú verður að taka þetta inn á þig. En á sama tíma mátt þú ekki sveiflast eins og viðkomandi? Nei, á sama tíma, nákvæmlega, sko. Þannig að þetta er línudans, sko, að distansera sig frá viðfangsefninu en vera samt intím og fullu í því, sko. Og ég meina, ég veiktist af því að ég hlýfði mér ekki nógu vel. Ég var frá vinnu í rúmt ár, bara út af kulnun og þunglindi. Og þú ert ekki að verða betri í þessu? Jú, ég held það. Já. Og þú ert að læra einhverjar aðferðir? Og þú veist, og ég man ekki hver það var, en einhver var spurður, þú veist, sem var í einhverju leiðindadjópi og mjög erfið og kræfindi starfi. Þú veist, akkur er staðið þessu? Og hann svaraði að því að ég geri þetta vel. Og ég get svolítið tekið undir það, sko, að það þarf að vera til staðar, fólk þarf hjálp og það er mikilvægt að svo hjálp sé innt vel af hendi. Þannig að gefandi og gaman að vera með fólki á ánægjustundum auðvitað og maður finnur líka fyrir þakklæti þegar maður til dæmis í kringum útfarir og það er gefandi en skringilega hljómar að taka sér út fyrir mannesku og fá að halda utan kveðjustundina hennar og með þeim hætti að ástvinir hennar eru ánægðir og sáttir við stundina að það er mjög gefandi, sko. Og mikilvægt. Og mikilvægt að það sé gert það því að útförin hefur náttúrulega mikið sálgæslugildi líka fyrir syrgjendur. En inn á milli er þetta erfitt, en það erfiðasta er ekki endilega samskipti við skjólstæðinga, heldur oft samskipti við stofnunina. Kirkjuna. Já. En aðeins að þú sagðir með kulnunina og þetta, þú veit að styðja fólk í erfiðu stundum. En svo gastu ekki stutt sjálfa þig. Þú kannast við þetta, læknir læknaðu sjálfa þig. Já. Og það er það ekki áfall fyrir prestin að vera, eða kannski stofnun, það er náttúrulega að vera prestar eða að geta sótt sálgæslu hvort er annars en ekki. Prestar gera það og það eru starfshópar og með reglulegu millibili fær maður ég man ekki hvað það er kallað að koma það er búin til hópur af prestum sem að hittast og myndast einhvers konar stuðningshóp hver fyrir annan. Og jú, það er það áfall að komast að því og þunglynd þunglynd er svo lúmst, sko, það er alveg hægt að vera orðin bullandi þunglindur að það átt að segja á því, að það gera sér neina grein fyrir því að það er bara það sem er að þér, sko. Og kannski ekki eitthvað sem að er þér að kenna, það er ekki eitthvað sem þú gast gert öðruvísi til þess að komast hjá því eða, jú, þú veit að því. Þetta kom ekki í hnakkan og það er bara óforvandis. Nei, þetta kom ekki eins og höggi í hnakkan. Þú veist, eða eitthvað sem hún ræður ekki við. Veiktist hægt og rólega. Ég kom illa undan COVID. Við stóðum okkur vel í COVID í kirkjunni. Það var mikið að gera í sálgæslu og ég man eftir, ég var kallað niður á sóttvarnarhótel og settur í geimfarabúning. Það var rosalega erfitt að sitja með syrgjandi mannesku í geimfarabúning og reyna að vera að hjálpa henni að tala við henni eða styðja henni. Það er eiginlega nærverað þín er eiginlega til skaða í þeim búning. Það er nánast, maður upplifir það eiginlega, en samt maður þá allavega manneskja þarna inni að einhver að tala við, sko. En sko málið er að maður starta vetrastarfinu, það er svolítið undirbúningsvinna og svo ítir maður í gang og það er svolítið átak en svo er þetta svolítið eins og íta bíl. Leið hann er farin að hreyfast að þá þarf maður eiginlega bara að styðja við. Hann fer sjálfur. Og svo rúllar það bara eiginlega nánast yfir veturinn en maður, þú veist, maður þarf ekki að átakið að koma því á hreyfingu. Og á þessum 2 árum sem COVID gekk yfir
þá þurftum við 5 sinnum að skipuleggja og starta vetrastarfi til þess eins að þurfa að hætta því aftur eftir 2-3 vikur. Það var svona einhvern veginn eins og alltaf þegar maður var að teygja sig í smákökudósina þá var slegið á puttar á manni, sko. Þannig að einhvað sem maður er vanur að gera einu sinni á ári og er svona kannski ekki uppáhaldsluti vinnuna en þarf að gera sem er svona fundahöld og skipulag og svo leiðis að það þurfti við að gera 5 sinnum á 2 árum og í öll skiptin var það unni fyrir gíg. Af því að bara eftir nokkrar vikur þá var komið nýtt samkomubann og það þurfti aflýsa öllu. Og það er sko, og þau eru búin að undirbúa einhvern atburð, þá er miklu meiri vinna í því fólkina aflýsunum heldur en að klára hann. Já. Og ég held að það hafi svolítið lagst á mig. Það er svona, af hverju er maður að þessu? Þetta er svona mótlæti. Já. Og ég bara... Og tilgangsleysi kannski. Stundum það sagt að... Já, nákvæmlega. Maður getur eiginlega gert hvað sem er ef það hefur tilgang, sko. Nákvæmlega. En ef maður er að puða í tilgangsleysi, það er alveg... Nákvæmlega. Fyrir hvað er ég að þiggja laun við að búa einhver til sem fer aldrei af pappírnum. En ég líka kannski, þú veist, var pínlítið hrokafullur. Það er ekkert að mér og ég höndla þetta og ég get þetta og ég er svo góðu jafnvægi og ég er svo andlega sterkur að ég hugði bara ekki að mér fyrir en ég allt einu upplifi það að ég sitji í vinnunni og ég er í fullkomnu verkstóli. Ég get ekki notað annað orð. Mér líður eins og ég sé onni krukku af gráu slími og einhvern veginn get ekki teikt út úr en það er bara einhver glerveggur í kringum ef ég reyna að teygja mig í einhvað eða reyna að gera einhvað, sko. Það gast ekki haggast. Já, og þá hringdi ég í góðan vin minn og kollega sem var sjálfur að koma tilbaka eftir kulnun. Talaði það hvernig mér liði og hann sagði þetta er skólabókardæmi kulnun Davíð, farðu til læknis strax. Ég fór til læknis og var svo heppinn að ég hitti á lækni sem var sjálfur að koma tilbaka úr kulnun. Hann þekkti öll einkennin alveg leið, sko. Og sem sagt, ég fór í prógram hjá Virk og var bara í endurhæfingu í 9 mánuði. Og virkaði það? Það hjálpaði mér mikið. Og svo hjálpaði mér líka mikið að þegar ég kom tilbaka þá var ég settur í hálft starf í Háteigskirkju þar sem ég var svolítið í fanginu á henni Helgu Sofíu og undir hennar verndarvæng. Hún passaði mig mjög vel þannig að ég fekk svona að mjaka mér á mínum eigin hraða svolítið inn í fullt preststarf aftur, sko. Þannig að ég get ekki kvartað undan því að stofnunin hafi brugðist mér í mínum veikindum. En gæti Guð ekki hjálpa þér? Jú. Hann hjálpar náttúrulega þeim sem hjálpa sér sjálfur. Sko, Guð hjálpar þeim sem hjálpa stað. Það er algengur misskilningur að hann hjálpi þeim sem hjálpa sér sjálfur. Sko. Það stendur hvergi í Biblíunni að hann gerir það. Guð hjálpar þeim sem hjálpa stað. Guð hjálpar mér mjög mikið. Maður, sko, fær stundum byrði. Og svona öfgakendustu dæmin er náttúrulega þegar börn deyja. Og það er ekki hægt að taka það ekki inn á sig. Þú stendur við kistu sem er metri á lengd. Hvernig getur þau ekki fellt tár yfir því? Og það er ógeðslega óréttlátt. Það er bara það nístir. Það er ekki hægt. Það er ekkert. Það er ekkert sem að vinnur gegn því. Nei, og hvernig ætlar að hugga foreldri látins barns, það er bara ekkert. Þú veist, eina sem maður getur gert er að reyna að vera bara á staðnum, hlusta og skilja, sko. Og ég ræddi þetta við kollega og hann sagði, sko, dáið barn leggur aldrei frá þér. Hvernig ætlarðu að fara að því að halda áfram? Hvernig ætlarðu að fara að því að sligast ekki undan þeirri byrði. Og svarið er með því að biðja Guð að taka undir hana með þér. Með því að bera hann ekki einn. Og ef ég hefði ekki fengið æðri mátt til þess að taka undir með mér
með eitt og annað sem ég hef þurft að fást við, þá hefði ég hrunið miklu fyrr og varla átt aftur kvæmt. En svo okkur var kennt í guðfræðinu sko að maður sem gleymir því prestur sem gleymir því að eitthvað er til sem heitir heilagur andi, hann brennur fljótt upp. Og ég hef labbað út úr kringumstæðum þar sem ég hugsaði með mér, Davíð, þetta gerðir þú ekki í krafti þinnar eigin persónu. Þetta gerðir þú sem verkfæri einhvers sem vann í gegnum þig. Og finnur það oft? Ég finn það stundum og með reglulegu millibili. Og þá þarftu að sleppa eins og settir, að leyfa einhver að gerast, go with the flow, ef einhver að vinna í gegnum þig? Já, sko, veit ekki, sko, ég myndi ekki kannski segja vinna í gegnum þig, en þú veist, maður í bæninni leggur maður sig í hendur Guðs áður maður fer í mjög erfitt verkefni, mjög erfitt viðtal og maður finnur það að maður er studdur og borin uppi. Hefði ekki getað þetta óstuddur? Já, nákvæmlega. Og maður hefði ekki getað þetta óstuddur, þannig að miklu frekar þessi stuðningur sem maður fær heldur en beinlínis að kannski að maður upplifa þessi unnið í gegnum. Það er ekki svona innblástur? Nei. Herðu, en þetta er svona andlegir erfiðleikar. Hefurðu glímt við það áður? Kom þetta allt í einu? Ég hafði svo sem reynslu af þunglindi sem unglingur fékk ég svona gekk í gegnum existensialíska krísu sem ég held að sé bara eðlilegt og ég held að flestir ungir menn hafi einhverja reynslu af sko og svo líka man ég að ég gekk í gegnum erfitt tímabilin meðan 10. áratuginn en áttaði mig ekki á því fyrir ég hætti að drekka að þetta var beina afleiðing af lífstíl mínum á þeim tíma. Birtist þá í svona þunglyndiseinkenum? Já. Og svo náttúrulega þegar ég hætti að drekka fyrir 20 árum, þá náttúrulega var það sennilega dýrmætasta lífsreynsla og upplifun til sjálfskilning sem ég hef gengið í gegnum. Þegar maður þurfti að virkilega kafa í hausinn á sjálfum sér og þú veist, af hverju ertu svona og finna meinið, finna flóttan og óttan og horfast í augu við hann. Sko. Það er fyrir mér það sem hugrekki er. Sko. Hugrekki er ekki það að óttast ekki. Nei. Maður sem þekkir ekki ótta, hann hefur enga þörf fyrir hugrekki. Því er sóað á hann. Heldur er hugrekki í því fólkið að horfast í augu við óttan og láta hann ekki taka völdin af þér. Viðurkennan, gera sig grein fyrir honum, takast á við hann, horfa í augunum á honum, en sko, þú ert ekki húsbóndi minn, herra ótti. Ég er húsbóndi þinn. Ég segi þetta stundum, að henni bjartsýn eru þeir sem geta horfst í augu við erfiðan heim. Það er ekkert bjartsýn í því að víkja sér undan, það er mjög svartsýnt fólk sem þolir ekki að ræða það sem er að. Algjörlega. Það er oft snúið á að við sem viljum ræða það sem er að í samfélaginu, að við séum svartsýn. Það er alveg þveröfugt, sko. Við erum bjartsýn á fólkið. Já, ég er eiginlega sammálaði, sko. Og það er svo ríkt í okkur, sko, ef okkur líður illa, þá er einhvað að. Og viljum helst bara fá pillu við því. Já. Og ef það er einhvað sem okkur líður illa með að vera að tala um, einhvað sem er erfitt að tala um, þá viljum við helst bara ekki tala um það. En bara sumt verðum við að tala um. Af því að annars bara grassir það. Stundum eru sár þannig að það er vont að meðhöndla þau. Það er ennþá verra að gera það ekki. Þó það sé ekki ennþá verra strax, þá verður það þegar fram í sækir. Ennþá verra, þegar kemur drep í sárið. Það er vont að sóthreinsa sár. No. En ef þú ætlar ekki að gera það, þá myndu ganga í gegnum ennþá meiri sársauka einhvern tíðan síðar. Og þegar þú ert að ganga í gegnum sorg, þá líður þér illa. Þú upplifir þetta sem mjög sterka vanlíðan, en þetta er svo heilbrigð vanlíðan. Það er ekkert að þér.
það væri einhvað að þér ef þér liði vel undir þeim kringumstæðum sem þú ert í. Það að þér líði illa eru fullkomlega eðluleg og heilbrigð viðbrögð. Og fórseta þess að þú getur svona endurskapast þegar þú kemst í gegnum þetta. Nákvæmlega. En fólki, sko, það sem er svo hættulegt er þegar fólk upplýður þessa vanlíðan. Vill losna við hana. Það vill losna við hana og það tekur einhverja pillu við henni. Og það er í raun og veru það sem alkohólismi er. Self-medication við einhverja andlegri vanlíðan. Og pillu þá bara í bókstaflegri merkingu en líka í svona yfirferðri merkingu. Já, en í þess tilfelli er að tala metafórist en í tilfelli alkohólismas er það engin metafóra heldur bara mjög bókstaflegt. En það getur verið eitthvað sem að fólk gerir bara til þess að finna eitthvað svona frið, hlaupa eitthvað. Já. Hlaupa maraþon á dag, bara til þess að losna við eitthvað. Það er nauðsynlegt að geta kúpla sig út. Það er bara heldur lífsnauðsyn og ef þú gerir það með því að hlaupa, ef þú gerir það með því að neyta áfengis sjaldan með reglulegu millibili í góðra vina hópi og þú nýtur þess og býður ekki skaða af því, ef þú getur neytt áfengis sjálfur þér og öðrum til ánægju yndisauka, þá er það önnur aðferð til að kúpla sig út líka og algjör og þarf að vera einhvað fetta fingur út í það. Alls konar áhugamál. Farði í golf eða hlusta á tónlist. Spilaðu tónlist. En áfengi og fíkniefni eru ein aðferð til þess. Gallinn við þá aðferð er að þú ánýtist henni og hún drepur þig. En þú ert að tala sárin sem við verðum að horfast í augu við og hreinsa, annars græri í þeim. En er ekki sumt þannig að svona bara takk sang þín og gakk? Davíð, gleymdu þessu bara. Skildu þetta eftir. Þú með eitthvað farangur þarna og lestin er að koma og skildu þessa tösku bara eftir á lestastöðinu og farið upp í lestina og þú ert frjáls. Það þarf ekki að hugsa þetta. Jú, en það er hérna... Það er eitthvað svona sem að tala stundu svona í þessu áttunni. Já, en þú vilt kannski fara í gegnum hann áður til þess að doppeltekka að það sé ekkert mikilvægt. Þú skilir réttu tösku. Já, þú skilir réttu tösku eftir og það sé ekkert mikilvægt í töskunni sem þú vilt taka með þér. Jú, ég meina stundum verðum að bara að sleppa tökunum bara og þá segjum við bara Guð, ég bið þig að taka þetta af mér. En þá er mjög mikilvægt að vera reiðubúin til þess. Það þýðir ekki að biðja Guð að taka eitthvað af sér sem að síðan rígheldur í. Taktu af mér þessa vanlíðan, taktu af mér sektarkenndina sem er að þrúga mig. En svo einhvern veginn finnst þér að ef þú sleppir tökunum á sektarkenndinni þá sértu einhvern veginn vond manneskja að fría þig ábyrgð. Að þú einhvern veginn eigir skilið að vera þjakaður af þessari tilfinningu. Þú verður að vera reiðubúin til að sleppa sjálfur. Já, fólk sækir náttúrulega í vanlíðan. En þú veist, er háðinni með einhverjum hætti. Vill ekki, þykir vænt hana. Þú veist, í svona, þetta er allt innan gæsalappa sem ég er að segja. Já, ég veit það. En vill ekki sleppa því að það er orðið svo stór hluti, það er svo mikilvægt að hanga í henni. Þessi líðan er partur af sjálfsidentiteti þínu. Ef þú sleppir tökunum á þeim, þá ert ekki þú lengur. Það er hinn kunnuglega vanlíðan, að mér líður bölvanlega og síðasta árin mín í neyslu voru þannig að þú veist, mér líður bölvanlega en ég kann á þetta. Það er mitt skjól. Já, ég pluma mig, þetta er ömurlegur staður sem ég er á en ég rata. Ég smíða mér hérna þröngan, rakan helli sjálfsorkunar, en ég kann ágætlega, þú veist, ég bara þori ekki að vera annars þar. Já, en þetta er mitt heimili. Ég veit ekki hvað býður mín þarna fyrir utan og það er nýtt og það er ókveikjandi og kannski er það ekki einu sinni skárra. Það er vegna þess að þú er búin að missa vonina, þá er ekki nokkra trú á því, það sá sem er inn í þessum helliðinu. Það er bara skynsamlega niðurstöðu honum að eitthvað breyting, ekki er hún til batnaða. Breytingar eru aldrei til þess betra. Það er ekki undan fyrir 3-4 ár, það er bara ekkert verið þannig í mínu lífi, akkur eftir að trúa því núna. Já, ég skildi. Þannig það þarf að vera eitthvað svona, það þarf að fá svona smá lost eitthvað til þess að allt í hennu fá vonin aftur. Já, Hún kemur og fer. Maður var ekki að tala um það að það er bara heppni að hafa gripið vonina þegar hún kíkti inn.
Já, sko, ég var á þannig stað að án þess að ég fara að tala um smáatriði þess nákvæmlega undir hvaða kringumstæðan það var, en allt einu stóð ég frammi fyrir því, Davíð, þú ert búin að missa vitið. Þú ert orðin að manneskju sem þú berð enga virðingu fyrir. Þú ert farin að forgangsraða á fyrirlitlegan hátt. Og það er ofsalega vont að vera á þannig stað að þú fyrirlítir manninn í speglinum. Þeir finnst hann bara að vera aumingi útrullus okkur og hefur ekkert álita á hann. Og ég upplifði mig sko bara á barmi hengiflugs. Eitt skref áfram og það verður ekki aftur snúið. Og ég hringdi upp á Vog og hendi mér þangaðinn bara sem titrandi bara ræfli. Og ég segi stundum, sko, ég fór á Vog með 1000 vandamál og kom út með 1. Og þegar ég byrjaði að horfast í augu við það, þetta eina vandamál, þá einhvern veginn hurfu hin, hægt og rólega, smá saman, af því þau voru ekki vandamál, þau voru bara birtingarmyndir þessa eina vandamáls. En hefurðu þetta augnablik, hefurðu hristið af þér bara? Sættu svona, já, hvað? Kannski verið á þessum stað áður, en þarna upplifði ég eitthvað svona... Það er von þá að sé hægt að breyta? Upplifði ég eitthvað dramatískt augnablik, sko, að nánar, ég segi ekki englasöngur og fiðlur, en sko... En þegar ævisaga mín verður kvikmyndu, þá verður mjög dramatísk tónlist undir þessu atriði. Von allavega sko uppgjöf, fullkomin og algjör uppgjöf gagnvart eigin vilja. Ég er búin að gera allt, ég er búin að reyna allt og nema þetta. Þetta er kannski síðasta vonin, sko. Það er nú oft þannig að það sem að Birtan vill síst af öllu gera, það er að fara á Vog. Já, nákvæmlega. Og sísi augljósast að það sem þetta helst að gera. Já, nákvæmlega, enda þegar ég kom út úr skápnum sem alkoholisti, þá var það engin hissa. Nei, ekki eins og barþjóðandir. Nei, sko, síst þeir, en svona af því fólki sem ég umgekkst, að þá held ég að mamma hafi verið eina manneskjan sem var hissa. Af þeim hópi fólk sem ég umgekkst svona daglega var ég næst síðastur til að átta mig á því að ég væri alkoholisti. Það var allir aðrir búin að gera sér grein fyrir. Bara mamma eftir nema mamma. Sem er enn ástókin að litla drengnum. Já, allir ekki. Löngu áður að byrja að drekka og sér aldrei annað en heldur en þann dreng. Já, allir ekki. Alveg saman hvað maður kemur gamall og slitinn, þá sér mamma mann alltaf sem... Sjúskaður og lifaður, sko. Sér mamma mann alltaf sem litla drengin. Já. Herðu, en Guð takk þetta frá mér. Það er sena í Biblíunni, þar sem að Jesú er að biðja að taka biskabika frá, en hann bara gerir það ekkert. Nei, en sko... Þannig það er ekki þannig að Guð gera allt sem þú vilt, sko. Nei, það er sko, bænin er náttúrulega ekki, fólk heldur ofta að bænin sé aðferð til þess að manipulera Guð til þess að gera vilja þinn. En í raun og veru er bænin miklu frekar aðferð til þess að manipulera þig til að gera vilja Guðs. Til að sætta þig við. Til þess að sætta þig við það. Ég meina, við biðjum verði þinn vilji og það þýðir ekki minn. Hjálpaði mér að átta mig á því að ég stjórna ekki framrás tímans. Það sama hvað ég held fast tauman og gnísti tönnum fast og kreppin hnefana og fæ vöðvabólgu í háls og herðar. Það er ekki að fara að hafa nein áhrif á framrás tímans. Það er ekki að gera neitt annað en að eyðileggja fyrir mér stundir sem hefðu getað verið ánægjulegar. Ég er bara að fokka upp núinu mínu og það hefur engin áhrif inn í framtíðina. Jesús fer á hné og segir takk frá mér kaleg þennan en svo bætir hann við ekki að því að það sé minn vilji heldur að það sé þinn vilji. Hann náttúrulega þekkir hann veit hvernig á að tala við hann. Verði mér að vilja þínum. Já. Þið segir hann þekkir hann. Þetta er það sama og María May segir þegar henni tilkynnt að hún sé barnshafandi. Þetta er fólk sem þekkir Guð. Guð þolir ekki þegar þetta segir hún til. Nei, það er miklu sniður að biðja hann svona, gerðu það sem að þú vil. Það var sjálfdæmi. Ég þrái þetta, ég vil þetta
Ég bið þess Guð að það sé vilji þinn að svo verði, en ef svo er ekki, verði mér þá að vilja þínum. Þú veist, þú þarft ekki að segja Guði hvað þú vilt. Hann les hjartaði, hann skynjar hugrenningar þínar álengdar, hann veit hvernig er innanbrjóst betur en þú ert færum að færa það. Þú hefur gott að því að segja. Þú hefur gott að því fyrir sjálfan. En Guð þarf ekki að heyra orðin. Af því að hann veit þau. Og bænin hefur lækningamátt. Ég veit ekki hve oft ég hef upplifað það að fólk í mikilli vanlíðan, við settumst niður og við lögðumst á bæn og það var bara svona eins og þú veist, gangstiltar heldur verið lyft af bringuna þeim. Þannig að það er enginn að segja mér að bænin sé ekki, virki ekki. Og við sem eigum okkur trú, við höfum þau forréttindi að við höfum þetta hjálparáð í andlegum erfiðleikum sem er bænin. Þetta væri svona hálfhrókafullt að halda því fram að hún virkaði ekki, annars væri hún alltaf til. Já, nákvæmlega. Akkur heldur fólk áfram að biðja ef hún virkar ekki. Akkur er hún þá ekki löngu dauð sem fyrirbæri. Og nú má vel vera að aþeistar hafi einhver önnur ráð en bænina. Ég þekki það ekki. En það kannski var það óvarlega talaði mér að segja forréttindi. En við höfum erum undir þeirri náð að við eigum bænina sem þetta hjálpar að. Þetta mótaða og svona skýra form, það er alltaf lagi að þakka fyrir það. Já. Þó að það séu kannski að ná sambærilegum áhrifum með einhverjum öðrum hætti. Sko, ég ætla ekkert að útiloka það, en þú veist, maður hættir að leita þegar maður hefur fundið það sem dugar. Ég er ekki kristinn maður af því að ég sé endilega svo sannfærður að kristindómurinn beri af öðrum trúarbröðum. Ég er bara ekki nógu vel að mér önnur trúarbröð. En kristindómurinn er bara svo leið sem ég valdi og ég get ekki farið allar leiðir. Ég ætla þá að velja mér þessa leið. Ekki að því að ég sé svo sannfærður hún sé betri en aðrar leiðir, heldur að því að hún er bara svo leið sem einhvern veginn liggur beint við mér. Hún er bara Og hluta þínum menningareimi sem að þú elst upp í? Nákvæmlega. Þú veist, nafnið mitt er úr Biblíunni. Það er kirkja hinum megin við göttuna, það er kross í fánanum mínu. Þú veist, þetta er bara sá jarðvegur sem ég sprottin úr. Akkur ætti ég að vera að fara til Indlands. Akkur ætti Guð að fela sig þar fyrir þér? Til að ná í vatnið sem er í bæjarlæknum mínum, sko. Er þetta svona fara aftur hérna? Ég spyr fólk hérna oft hvernig mann fyrst eftir sér. Já, ég á einhverja minningu af mér sem að getur eiginlega ekki verið rétt af því að ég var svo rosalega lítill þegar þetta var. Vöfðum inn í pabbi átti gamalt segurbandstæki sem var með svona þeim stórum spólum sem að band snerist á og ég komst í það og togaði segurbandi og var allur vafinn inn í það þegar mamma kom og frelsaði mig. Þannig að þetta er áður en að þú nærið svona tökum á handarhefingum. Já. Þú ert eiginlega kannski 6 mánaða. Allavega hef ég verið á fyrsta ári, sko. En það getur eiginlega ekki verið, sko. Það er maður sitt sem að segist mun eftir eigin fæðingu, þannig að okay. Örvæntu ekki. En þetta er einhver svona glimps sem ég á einhvers staðar. Kannski fyrsta trámað sem ég upplifi að vera einhvern veginn fangi í einhverju og geta enga björg mér veitt. En ég man eftir mér, ég hef verið kannski 4-5 ára í garðinum á Seljaveginum, þar sem við áttum heima á þessum tíma. Í Reykjavík? Í Reykjavík, já. Ég bjó fyrstu 10 æviárun á Seljavegi 3A, vestast í Vesturbænum. Í fólk þekkir til í húsinu þarna með undirgöngunum í gegn. Þeim á fyrstu hæð við hliðina á undirgöngunum. Að hlusta á útvarpið og mér fannst lagið svo ofsalega skemmtilegt sem var í útvarpinu og ég man ennþá hvaða lag það var. Það heitir Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Where's your mama gone? Ógleymanlegt lag. Allir það sé ekki mín fyrsta endurminning, sko. Og þetta lag var voðalega vinsælt og var í útvarpinu og
hvort það voru einhverjir krakkar þarna líka að syngja með eða eitthvað en ég man vel eftir þessu. Hvernig var heimilið þitt þarna á Seljaveginum? Það var lítið. Mamma var flugfreyja. Þannig við pabbi vorum mikið saman. Hann vann í Straumsvík í tölvudeildinni þar. Þetta var 3 herbergja íbúð. Ég svaf inni í deildi svefnherbergi með foreldrum mínu til 10 ára aldurs. Það var menningarheimili held ég. Það var við töluðum saman lásum bækur og töluðum saman bókmenntir og listir. Það var mikið talað pólitík líka á mínu heimili. Foreldrar mínir báðir, sérstaklega mamma pólitísk. Mamma var tíma formaður Alþýðubandalagsfélags Hafnarfjarðar. Og ég gekk í Öldugötu skóla og átti stóran vinahóp og ég man alltaf eftir 23. janúar, þar á morgun, 1973. Og allir vita hvað gerðist þá. Þá gaus í Vestmannaeyjum. Að pabbi var líka áhuga kvikmyndagerðarmaður, kvikmyndatökumaður og var einhver kvikmyndatökumaður fyrir CBS á Íslandi. Og ég man að ég vakna og það kveikt á útvarpinu og ég einn í íbúðinni. 73, ég 8 ára. Og ég einn í íbúðinni, það kveikt á útvarpinu. Frekar hálfstilt og ég fyrir að hlusta á útvarpið og það verið að tala eitthvað eldgos eða eitthvað. Og segi, foreldrar mín hafa skilið útvarpið kveikt og farið, þau hljóta að koma. Þannig ég bara fæ mér einhvern morgunmat og bara bíð. Svo kemur mamma og útskýrir fyrir mér að það hafi byrjað eldgos í Vestmannaeyjum í nótt og að hún hafi verið að keyra pappa út á flugvöll af því hann sé að fara til Vestmannaeyja að kvikmynda gosið fyrir CBS. Og eiginlega allan tíman sem gosið stóð yfir var pappi út í Vestmannaeyjum að kvikmynda það sem gerðist. Og ég held að hann hafi fengið ágætlega að borga fyrir það. Hann sagði mér einhvern tímann að verandi þarna í návígi yfir náttúruhamfarir þá væri hann sem kvikmyndatökumaður á sama taksta og kvikmyndatökumenn á stríðsvæðum. Og ári síðar þá sem sagt flytjum við úr þessari 3 herbergja íbúð á Seljavegi í Raðhúsi í Hafnarfirði. Fyrir CBS peningana? Sennilega fyrir Vestmannaeyjagos peningana. En þetta var einhver Ísal Raðhúsa lengja vegna þess að allir þetta var einhvern veginn starfsmannafélag Ísal. Eins og var ofta þessum árum að fólk tók sér saman og unnu hvor fyrir annan. Já, og pabbi var þarna vakinn og sofinn að smíða þetta. Svo við kallum þetta að vera á því tíma þegar húsnæðiskerfið okkar var lýðræðisvett. Það þeir sem ætluðu að búa í íbúðunum byggðu sjálfur eða höfðu eitthvað með það að gera. Og maður var þarna að naglreins og skafa í grunninum, ég man alveg eftir því, en ég 10 ára þegar við flyttum í Hafnarfjörð sem þýðir að pabbi minn hefur verið 30. Og 30 ára gamall pabbi minn sem sagt búinn að koma rúmgóðu raðhúsi yfir sig og sína fjölskyldu. 30. Hugsið það að þið sem eru að hlusta og eru 30 í dag og það sé líklegt, það sé hægt. En hann náttúrulega, eins og ég segi, hann náttúrulega vann fulla vinnu og svo var hann öllum frístundum þarna í grunnunum að smíða húsið eins og menn gerðu á þessum tíma og þeir kallarnir sem voru að smíða þessa lengju unnu hver fyrir annan og hjálpuðu stað og þannig að sem eiginlega bara sama og að vera í aukavinnu til þess að fá peninga til þess að borga okkur öðrum. Þetta eiginlega miklu hagkvæmara. Já. Þetta voru svona vinnuskipti. Ég skal vinna með þér í grunninu þínu núna og svo kemur þú að hjálpa mér í þessu. Og 74 sem flytjum við í
í Hafnarfjörð. En ertu einflýtti? Nei, ég á eitt bróður sem er 6 árum yngri en ég. Hann er kennar og býr á Akureyri. Þannig þarna er komið lítið barn. Já, hann er 4 ára þegar við flytjum í fjörðin. En þarna, Og ég man alltaf þegar ég sá hann fyrst. Ég var alltaf í sveit á sumrin hjá ömmu. Mamma er sko sveitastelpa, fætt á Bóndabæ og alin upp. Og ég var alltaf í sveit hjá af og ömmu á sumrin. Og ég vissi að það væri von á barni, en svo fór ég í sveitina og svo gerist það einhver tíman hann hefur verið alveg nýr en kannski ekki alveg volgur verið orðin viku, einhverja vikna gamall þegar þau komu með hann í sveitina og ég fer að hugsa það sko, það var náttúrulega engin öryggisbelti í bílum á þessum tíma. Pabbi átti Trabant sem hann keyrði á hræðilegum mólóttum moldarvegi í sennilega 3 klukkutíma til að koma á staðinn með litla barnið í burðarúmi í aftursætinu og ég sá hann og hann var eldrauður og krumpaður og fyrst að ég sagði á hann að vera svona. Það er þekkt að oftast er það sett upp þannig að það eru sko eldri bræður sem er búin að haldið sér fara að fá leikfélaga fá svo eitthvað svona nákvæmlega sem er alveg gagslust og ekki að nota í neitt. Nákvæmlega. En hverfið þarna í kring á Seljaveginum, þetta er nú hérna er svona bakgarður og þetta þykir bara ídealt til að vera eins og notað í 2 bíómyndum eða ekki? Jú. Bæði í Benjamin Dúu og í Punktinum? Jú, ég vann við Punktinum, mér var mjög gaman að vera á æskuslóðunum. Ég lék lítið hlutverk í Punktinum en svo var ég í sumarvinnu í leikmyndadeildinni þar og við pöntuðum vörubíla fulla af möl til þess að breiða yfir af því að þá var búið að malbika millistíginn sko. Jú. En þetta er svona eiginlega næstu í okkar svona hugmyndum svona ídeal stað til þess að alast upp. Já. Var það þannig? Ídeal, ég held það. Maður hékk mikið þarna í þessum göttum á millistígnum og í bakgörðunum. Fullt af börnum. Svo fór maður stundum niður í Slipp og lék sér þar og kom heim allur út að það í Koppafeiti við litla ánægju foreldra og svo var sko Héðinsportið var þarna líka og það var fullt af vélarhlutum og tunnum og svona sem að maður gætt fært til og búið til göngum ég minni það sko, allt kallar að berja í gluggan og bannamanni Já, leggstu þér hérna líka? Já, ég bjó hérna þegar ég var þangað þegar ég var svona 5-6 ára neðar á Seljaveginum Já Þannig að sem er Steindór átti hús sem er svona beint á móti Landhelgisgæslunni. Já, þar, alveg í þeim enda, alveg niður við Holtsgötu. Já, þar var ég í óaldafélagi sem hét Svarta Svipan. Já. Og börðumstu yfir Rauða krossin sem var á Öldugötu. Já, það var ekkert svoleiðis, engin leini. Hauskúpan hjá mér að Svarta Svipan var á Meistaravöllum. Já. Ég er með hérna eftir þessar baráttur sko. Hvað er það að segja? Þetta var óöld í Vesturbænum, voru bara að skrifa með í blöðunum. Þetta var runnið sitt skeið þegar þú komst. Ég man ekki eftir klíkubardugum sko, en ég man eftir hérna svona, við vorum að skilmast með sverð í Héðinsportinu og einhver datt eða fekk högg í hausinn og fekk gata á hausinn og fór að grenja og fór heim. Og kom svo aftur skömmu síðar sportandi plástri á sárinu sem að svona í augum okkar hinna jafngilti heiðursorðu fyrir vasklega framgöngu sko. Og svo voru verbúðir þarna líka. Já, fyrir neðan. Já. Og ég man eftir því einhvern tímann vorum við að hlaupa þarna eftir þakinu á verbúðinu. Þetta var lágt og ég að hlaupa á fullu og allt einu ég bara sleginn kaldur og þá einhver rafmagnssnúra eða rafmagnsvír eða eitthvað, rafmagnið er náttúrulega ekki í jörð, heldur kemur bara einhver stein og ég hleyp með það og fæ það svona beint á andlitið og fossblæðir, sprengi vör og fæ blóðnassir og kem heim útataður í blóði, hágrenjandi að þá held ég að mamma hafi orðið svolítið hrætt þegar hún sá mig sko, en svo áttaði hún sig á því að sko, svona mikið blóð lætur að líta miklu verr út sko, að þetta voru bara blóðnassir og sprungin vör sko, þetta var nú ekki það stórsá nú ekki á mér og ég jafnaði mig tiltölulega hratt og örglega en ég gleymi þessu aldrei, hvernig bara var allt svart og svo var ég bara fossaði blóðið úr andlitunum.
En alveg eins og tíminn þegar pabbiðin var að byggja raðhús 30, hann er ekki lengur til. Að þá er þessi heimur heldur ekki til. Þegar þú ferð svona út og það er bara fullt af börnum, sko. Þú ferð bara inn í barnaveröld. Já. Það ef þú segir við börnum þín að fara út að leika, það er ekki sami heimur sem hittir þau ganga inn í, sko. Eins og við fengum að njóta, sko. Og það er svona, foreldrarnir þurfa að standa í því að rigga upp svona playdate fyrir börnin. Það er bara flættu börn út úr öllum íbúðum, sko. Út að leika þér og vogaði þér ekki að trufla mig fyrir það komið kvöldmatur. Og svo var farið út á tröppur og æft. Davíð, matur! Og fólk hafði ekki hugmynd hvar barnið var, sko. Það var bara æft á barnið í mat. Og þarna eru börn að leika sér saman án skipulags, mennir ég fæ stundum fólk að tala hverju börnunum líði illa. Og eitt af því sem er bent á að þetta er sá tími sem helst vantar í lífi barnanna er að það sem er fóður í friði í jafningjahópi og móta sitt eigið svona félagslega net og læra á félagslega samskipti þar sem eru ekki undir eftirliti, ekki skipulöðuleik. Það er þetta sem er eiginlega horfið. Já. Og svona uppeldisfræðingar og sálfræðingar er að segja að við verðum að finna einhverja leið til þess að ná þessu inn aftur. Já, þetta er ekki gott fyrir börnin að það getur verið grimmur heimur, barnaheimur. Já. Og ég meina, ég lenti nú í Hafnarfirði, lenti í mjög grófu einelti, sko, tíma. Og var einhvern veginn spurður að hvort það hefði ekki bara hert mig. Þá má vera að það hafi hert mig á einhvern hátt eða forhert mig, en ég held samt, sko, að ég menn það herti mig ekkert að þurfa að koma grenjandi heim úr skólanum og þurfa að byrja að moka snjónum upp úr skólatöskunum minni, sko. En Er eitthvað sem trúið því að einelti herði fólk? Er það ekki frekar það og missir svona traust á fólki? Ég held það nefnilega. Það er ekki góð herðing. Allavega, þú veist, þegar ég var að svona gera upp minn alkohólisma, þá áttaði mig á þessum ótta mínum við höfnun og útskúfun, félagslega útskúfun, af því að ég hefði reynslu af því og það var helvíti, sko. Að og kannski voða mikið allt sem ég hafði gert í kjölfarið á bakvið allt sem var einhver þörf til að sanna sig, til að sýna að ég kalli krabbinu og ekki don't fuck with me, skilur þau. Hvernig vann ég mig út úr eineltinu, þú veist, ég fór að reykja á skólalóðin eins og villingarnir og ég bara gerðist villingur, ég braust inn í kauffélagið og stal sígarettukartónum og ég bara, þú veist, líðurinn sem var að leggja mig einelti, þú veist, skildi, fekk að sjá að ég gat alveg verið kall í krabbinu og viltur og brjálaður líka, sko. Þú ert ekki að gangi augun á þeim eða tilherirðu þá svona þeim sem var ýtt í burtu? Þess að gerist oft. Það er svona einhverju hópur sem þú ert kannski með vinsælu krakkaklíkuna, svo við notum svona einfaldanir og hún er náttúrulega grimm, það er ótrúlega grimmur heimur, kastar einhverju frá og verður náttúrulega að vera með einhverju einelti til þess að sé einhvers vegsemd í því að tilheyra þeim. Sá hópur sem er ýtt í burtu, sem líka getur verið fólk sem bara á við alls konar vanda að glíma, að það oft býr til sín eigin hóp, þar sem að þú færði eitthvað sess sem var ekki boðið upp á annars. Þetta var hópur af strákum sem að upp til hópa áttu við alvarleg vandamál að stríða og komu ekki frá kannski mjög ekki frá heimilum þar sem að uppeldisaðferðir voru til fyrirmyndar. Það er svona skert foreldra geta. Já, ég man sérstaklega eftir einum sem að amma mín var nýbúin að prjóna á mig ofsalega fallega húfu og hann rífur af mér þessa húfu fyrir, við erum að koma úr leikfimi og það er einhver olíupollur þarna og hann hendir húfun í pollin og traðkar á henni og ég kem heim með húfuna og hún er ónýt. Og pabbi verður mjög reiður, mamma hann búin að prjóna þetta á mig og var ofsalega falleg, litskrúðu húfa með einhverju fallegu munstri og einhverju svona. Og ég segi honum hver hafi gert þetta og hann fer á staðinn til foreldra þeirra og ég man að hann kom tilbaka og var eiginlega bara fölur og sagði Davíð minn, þú skalt bara reyna að hafa sem minnst saman við þennan strák að selta. Og þessi strákur sem sagt varð síðar mannsbani
og þegar hann hafði setið að sér þá hitti hann stundum sem mann göttunar í Reykjavík og hann er náttúrulega dáinn núna fyrir allnokkru síðan. Hann er kannski öfgakendasta dæmið en aðrir strákar í þessum hóp voru margir hverjir frá einhverjum svona áttu bátt og ég átta mig á því kannski að ég var ekki fórnarlambi. Þeir voru kvaldir og fengu útrás á mér. Að ég lá vel við höggi og það var ábyggilega gaman að stríða mér að því að ég var svo skapstór og uppstökkur að þeir fengu alltaf viðbröð. Þannig að einhverju leyti gat ég kannski sjálfur mér kennt. Ekki sjálfur mér kennt að auðvitað ofbeldi aldrei þeim að kenna sem beittur því. En það hægt að gera sig útsettari fyrir því en maður þurfti að vera sko. Ég lét ótta mér. Varst þú að sækjast eftir félagskap þessara bytta? Nei, það gerði ég aldrei. En ég var svolítið að sækjast eftir bara að viðurkenningu þeirra og vera látin í friði af þeim. Og mér tókst það og jafnvel með því að taka þátt í einelti. Taka húfuna af einhverjum og hendi í boll. Nei, ég gerði það nú ekki sko. Og ég vil nú ekki segja ég hefði gengið hart fram í einelti en allavega gekk ég ekkert fram í að stöðva það af því að ég óttast að þá yrði ég fyrir barðin á því í staðinn. Sem er mikilvægur að hafa í huga þegar við erum að horfa á heimsmálin í dag. Þetta er staða sem þetta er kannski allegóría fyrir ástandið heimsmálin. Að fela sig á bakvið búlíinn á skólalóðinni í vonum hann sjáu sig ekki. Og hafa bara eins láta lítið fyrir sig fara, styðjan með Það má vera. Það er, við því miður, þá erum við á þeim stað í heimsmálunum að það er hægt að horfa á skólalóðina til skilnings. Já, það er sorglegt. Þetta er svo hrátt. Já, en börn geta líka verið börn geta verið grimm. Ég meina því var hauskúpuna og Rauða krossinn og þegar var taka einhvern fanga, þá voru menn læstir bara ofan í kjallara. Hitaveituklefa? Já, bara þannig að fara að lýsa eftir þeim bara í útvarpinu. Ein pyntingaraðferðin var svo að það voru drullupollar alltaf þegar ég var barn. Það var ekki búið að malbika neitt, það var bara drullupollar út allt. Og stóri drullupollar, þá var að láta fanga labba út í miðjan pollin og segja hann að setjast. Sem náttúrulega sálfræðilegur hernaður af anstíkilegri sort sko. Niðurlægin. Já, niðurlægin. Láta hann niðurlægja sjálfan sig sko. Sem er það líklega að vera. En svona, þetta voru kannski 10 ára strákar sem voru svona fóringjarnir. Þeir voru eldri þarna í svörtu svipunni sem voru á Meistaravöllum, þar sem voru bæjarblokkir. Að það, ef að farið í hernað þanga, þá komið daginn eftir, þá gat komið sko bara, ef okkur fannst ríkfullorðnir menn sko, að hefna. Það gat verið hættulegt að eiga við þá. Varst þú í Öldugötuskóla þá líka? Nei, ég flutti sko verið 6 eða 7 ára þegar við fórum út á Seltjarnarnes. Þá byrjaði ég í Mýrarhúsaskóla. En bræður mínir voru ég heldur að farið í Melaskóla sko. Ég held að það verið eitthvað skil. Það er nefnilega, í 10 ára bekkurinn fór í Melaskóla. Það var bara 6, 7, 8 og 9 ára bekkur í Öldugötuskóla. Og ég hefði átt að fara í Melaskóla haustið eða við fluttum í Hafnarfirði sumari, þannig ég byrjaði í Víðisstaðaskóla í Hafnarfirði á sama tíma og félagar mínir byrjuði í Melaskóla. En þú fluttir í Hafnarfjörð og margir halda á þessu Hafnfirðingur, eða ekki? Ertu Hafnfirðingur? Ég er voða mikill Hafnfirðingur í mér. Sko. En nóg að koma 10 ára? Ég segi stundum sko að ég er ekki gablari. Ég er of aðfluttur til þess. En segi stundum sko ég er Hafnfirðingur allstaðar nema í Hafnarfirði. Þar er ég Reykvíkingur. Þannig ég tengi svolítið við það þegar Megas syngur heilsaðu öllum heima sem þú heldur að vilja gangast við mér.
Þannig að það reynda breyttist að ég flutti á Eskifjörð. Ég var búin að vera þar í 3 vikur þegar ég var kallaður Eskfirðingur. Það reynda þannig að það er ólíkt eftir landsvæðum hvernig aðkomufólki er tekið. Vestfirðingar taka mjög vel á móti aðkomufólki. Ég þekki það ekki. Ég hef komið, ég elska Vestfirði, en ég bara við komið einhver sem ferðamaður, sko. Ég lít á mig sem Hafnfirðing. Ég meina, ég fermist á Hrafnistu í Hafnarfirði í mötuneytinu þar. Það var ekki búið að smíða kirkju, viðstæðakirkju, þannig að það var kapella í mötuneytinu. Það var bara dregið gardína fyrir mötuneytið og dregin gardína frá veggnum gengni, öllum stólum snúið í hálfhring og þá horfðu fólk á altari og altaristöflu og þá var þetta orðið kapella. Ég fór í Flensborg, stúdent þaðan. Og á þessum tíma, var það ekki þannig að þegar þú færir í menntaskóla, allt höfuðborgarsvæðið lægi undir og þú þurftir að velja og hafna og gera einhvern óskalista um það í hvaða skóla þú viltir fara. Það voru örfáir sérvitringar sem fóru í Vestló eða MR. Annars fóru bara þeir sem héldu áfram í Flensborg. Framhaldsskólar voru hverfisskólar. Já. Og Sumum finnst það að verið villa að fara frá því. Já. Láta skólana vera í keppnum nemendur og svo erum við náttúrulega með fólk keyrandi á milli hverfa út og suður til þess að fara í sömu fögin. Bjartahliðir, ljósahliðin á því er náttúrulega svo að skólar geta þá kannski sérhæft sig meira og svo sonur minn sem að, þegar hann fór í menntaskóla þá skoðaði hann hvað var í gangi. Hann var, listrænt þenkjandi og langaði einhverja listabraut og það varð úr að hann fór í FG og við byggum í Vesturbænum í Reykjavík og hann bara tók strætó á hverju mótni til þess að því að hann valdi þann skóla af því að honum líkaði það best. Þannig að þetta er ekki alls slæmt að þetta sé eins og það er orðið, en það er voðalega slæmt þegar það eru fyrstarflokksskólar, það eru úrvalsskólar og svo eru annarsflokksskólar og það er ekkert vit í því. En það var svo mikil frelsun fyrir mig að byrja í menntaskóla af því að gengi sem hafi verið að kvelja mig. Það fór ekki þangað. Það fór annarkvort beint út á vinnumarkað eða í iðnskólann. Og fyrir vikið hafði ég það hefur nú breyst í seinni tíðin. Ég hafði lengi mikla fordóma gagnvart iðnskólum og iðnskólamenntunum. Þangað færu bara rekkjusýn. Já, þangað færu fólk sem hefði ekki mikið á milli eyrnanna og ekki vitræna burði til þess að fara í bóknám. En varstu í svona vinahópi í efri hluta grunnskólans? Í efri hluta grunnskólans eignaðist ég góða vini sem ég hef samband við ennþá. Einn þeirra heitir Steinn Ármann Magnússon og við gerðum nú aldeilis urðum miklir fóstbræður í langan tíma og Einar og Ingi Hafliði, við vorum 4 saman í klíku sem við köllum gáfuðu klíkuna og sem er ekki gáfulegt en andlega. Nei, fólki fannst það mjög hrokafullt en málið var að við elskuðum bókina Ég mig frá mér til mín eftir Pétur Gunnarsson og lásum stundum kafla úr henni hver fyrir annan og þar var þessi kafli þar sem að frímínútum er lýst. Í frímínútum leystist bekkurinn upp í klíkur. Það var mótorhjólaklíkan og það var geðvikaklíkan og íþróttaklíkan og gáfaðaklíkan og gáfaðaklíkan var eina af þessum klíkum. Svo var einhvern veginn tekið einhver próf þar sem að við 4 vorum langhæstir. Við vorum þeir einu sem fengum 10 á prófinu, allir hinnir fengu eitthvað minna. Við vorum nú ekki almennt langbestir en þarna var einhver skyndipróf sem við 4 stóðum okkur svo vel í og þá sagði Einar gáfaðaklíkan og við náttúrulega sprungum úr hlátri út af tilvitnunin og eftir það köllum við okkur bara gáfaðaklíkuna. En svo í Flensborg fer maður að taka þátt í félagslífinu og þar kynnist maður fólki og þar í Flensborg kynnist ég síðan, þar er ég komin inn í gengið sem að síðar var kátir piltar og allt í kringum þá
og hinir og þessir jafnaldrar og eldri strákar og yngri strákar sem ég er í sambandi við enn þann dag í dag. Þetta er svona strákarlíkar sem hefur gert ýmislegt. Já. Og saman og sundur og svo eru svona mismunandi hópar innan, en þetta er svona eitt stór sem við köllum stundu bara félagið og hverjir eru í félaginu, og það er þessi hópur fólk sem einhvern veginn hristist saman í félagslífinu í Flensborg á sínum tíma og þar mynduðust. Oft gerist það þegar fólk verið í mennt og að þá ertu komin í vinahóp sem er blandað milli kynjana, sem er kannski ekki í efri bekkjum grunnskóla. Allavega var ekki á þessum árum. En þið hafi bara verið í strákarklíku. Já, eiginlega, sko, stelpur, jú, maður eignaðist góðar vinkonur í skólanum, en þær urðu einhvern veginn ekki kannski partur af þessari klíku, svona lausbeisluðu og laust samanbundnu klíku. Kannski kúltúrin inn í þessari klíku ekki alveg og hæfur. Kannski var kúltúrin í klíkunni líka svolítið karllægur. Ég ætla ekki að segja kvenfjandsamlegur, en svolítið karlmiðaður. Herðan að þjóna nefndi fermingu, trúður þá á Guð? Já, það hef ég alltaf gert. En þú varst 8 ára og varst einn heima og heyrið þessi eldgos í Vestmannaeyjum, trúður á Guð? Ég hef einhvern veginn aldrei efast Guð. Ég bara, einhvern veginn, minnist þess ekki að hafa tekið trú á Guð. Það var bara einhvern veginn hann fluttur inn eins og sagt. Já, hann bara hefur verið partur af mér síðan ég man eftir mér, sko. En það er misjafnt, sko, hvað ég hef verið í góðu sambandi við hann, og tímabili náttúrulega hvarf hann algjörlega úr lífi mínu. Og það endaði ekki vel og endaði á því að ég þurfti að fleygja mér aftur í fangið á honum og beða hann að grípa mig, sem hann gerði, sko. Sko, hvað trúar brögð varðar, þá að því þegar maður segir, sko, ég er trúaður, að þá heldur fólk það hljóta því að maður sé dogmatískur, sem ég reyna að vera ekki og held að ég sé ekki, sko, ég þekki dogmun okkar, en fyrir mér eru þau ekki stóri sannleikurinn, sko. Þau eru bara aðferð fyrir okkur, þau eru búin til af mönnum til þess að reyna að skilja eða átta sig á eða búið til eitthvað kerfi yfir eitthvað sem að í raun eðli sínu er óskiljanlegt, sko. Það er ofvaxið okkar skilningi. Það er í Davíðssálmum, sko, hvert get ég flúið frá augliti þínu, man ekki hvernig það er orðað, en sem sagt sannleikur þinn er endalaus ofvaxin skilningi mín. Að við getum ekkert, dogmun okkar eru bara tilraun til að setja einhver reiðtíi á skepnuna sem bara til þess að við höfum eitthvað til þess að halda í, bara svo við dettum ekki af baki. Til að óta því að hinnum trúaða, trúur þessu virkilega? Já, nákvæmlega, þú veist, þetta er bara, ekki þannig. Þetta er bara, já, þetta, þú veist, þetta er bara, dogmun er einhvað til þess að halda í, til þess að þú dettur ekki af baki, sko. En ég spyrir þetta með 8 ára og hvað er ekki með 14 ára þegar maður höfumist. Jú. Af því að sumir segja að ég hef alltaf við mína barnatrú, en það er ekki alveg, sko, barnatrú dugar ekki alveg fullorðnu fólki. Nei. Maður ætti að þroska sér að trúa eins og barn, en þegar ég var barn hugsaði ég eins og barn, en þegar ég var fulltíða maður lagði ég barnaskapinn til hliðar. Já, þannig það er ekki, hann dugar ekki endilega. Sko, ég hef aldrei tengt við þessa barnatrú í sjálfu sér, sko. Ég bara einhvern veginn, Guð hefur bara alltaf verið einhvern veginn svona eins og partur af heiminum, bara partur af öllu sem ég lifi og hræðist í, sko. Og hugmyndin hann hefur þroskast með þér. Já, nákvæmlega. En ef við myndum labba fólk og spyrja trúur á Guð, ég sem næstu 40% myndu segja að ég hef mína barnatrú. Já, það er mjög margir sem myndu segja það. Kannski er þetta bara álært svar eða eitthvað. Og mjög margir, sko, sem segja við mig, ég er nú ekkert trúaður.
og svo fyrir við að tala saman og þá kemur ljós þetta fólk er mjög trúað en það er bara með einhverja fóbíu gagnvart orðinu Guð. Fer ég að vilja tala æðri mátt en vill ekki nota orðið Guð það. Þegar ég vil tala hið góða í manninum. En það fer kannski ekki gott orðspor að þessu Guði þínum? Nei, ég meina kirkjan hefur í gegnum aldirnar verið mjög dugleg við að koma óorði á hann með því að þykjast ganga fram í umboði hans sem hún hefur bara því miður ekkert alltaf verið að gera, ekki eins og ekki samkvæmt skilningi mínum á Guði. Það er skiljanlegt að fólk svona hafi varan á. En ég er að upplifa núna hér á Íslandi alveg ofsalega mikla breytingu til hins betra að mínum dómi hvað varðar afstöðu fólks til kirkjunar. Að þú veist að tala það bara í mælingum en það er bara... Já, sko, þegar ég er að byrja í presskap, þegar ég var byrja að starfa með kirkjunni, þú veist, að sitja í sóknarnefnd og vinna alls konar sjálfboðavinnu fyrir Neskirkju þegar ég var búsettur þar og fann hjá mér þörf til þess að gera eitthvað meira í minni trú heldur en að bara sitja heima á rassinum og hugsa manna, sko, að leggja eitthvað að mörkum. Að þá stundum fannst manni eins og maður þurfti, sko, biðjast afsökunar á því að tilheyra kirkjunni og trúa á Guð og vilja fara í kirkju. Og þegar ég vígist að þá eru frekar neikvæð viðhorf finnst mér sko til kirkjunnar og ég fekk margs konar svona skot og pillur í kringum það. En það sem ég er að upplifa núna er sko 190%, 180 gráðu viðhorfsbreyting að við erum með byrinn í seglinn og fólk treystir kirkjunni og ber virðingu fyrir henni og ber hlýhug til hennar í miklu meiri mæli en ég man eftir að hafa séð frá því ég byrjaði svona að vera mér meðvitaður um það, sko. Og þá lítur það ástæðan að vera eitthvað meira heldur en að kirkjan hafi eitthvað lagað sig, þá lítur það að vera merki þess að það sé eitthvað í samfélag okkar sem að fær fólk til að snúa sér að kirkjunni. Ég held að það komi tvennt til, sko. Það er náttúrulega Ólafs Skúlasonar málin voru ofsalega erfið fyrir kirkjuna og kirkjan var svo úrræðalaus gagnvart því. Það voru engin ferlar eða nein ferli í gangi til þess að taka á svona málum. En kirkjan hefur í seinni tíð gengið mjög djarflega fram í því að játa og gangast við syndum sínum. Bæta skilyrðin. Nú er komið bara mjög niðurnelt ferli það hvernig á að taka á kynferðisbrotum eða grun kynferðisbrot eða áreitni, brot, ekki brot, hvernig á að taka á svona málum. Og þannig til dæmis nokkuð sem að íþróttarhreyfingin, til dæmis 20 árum á eftir kirkjunni með. Og reyndar það þannig að þegar íþróttarhreyfingin stendur frammi fyrir því og hún þarf að fara að búa sér til einhvað kerfi til að taka á svona málum þegar þau koma upp innan hennar. Hvert leitar þá íþróttarhreyfingin að kennslu og fyrirmynd í því hvernig á að gera svo við slagað? Jú, til kirkjunar. Þannig að þegar kirkjan er orðin fyrirmynd varðandi það hvernig á að taka til heima hjá sér. Ég held að það eigi rosalega stóran þátt í þessu. Ég held að kirkjan er í orðin andlitennar er orðið opnara og yngra og frjálslyndara og umburðarlyndara heldur en það var og fólk kann að meta það. Þú veist, það fælir einhverja frá sem að vilja bara vera dogmatískir og homofóbískir og íhaldsamir. En ég held að það laði nýju að fyrir hvern eitt sem það fælir frá. Og daginn, eða það var enda fyrir síðustu jól, það er á aðventunni, að þá sem sagt er komið og bankað upp okkur og þar kemur inn kona með fullan kassa af konfektkossum, segist alltaf að gefa okkur þetta, og þessi býta, af hverju? Að hún er frá þessari súkkulaði versmiðju sem ég ætla ekki að vera að nefna en þetta eru konfektkassar sem eru orðnir það gamlir að þeir eru ekki söluvara lengur en eiga samt alveg 2-3 mánuði eftir, skilur þau en þeir eru ekki söluvara lengur þannig að í staðan fyrir að henda þessu eða gera þá
var tekin svo ákvörðun að keyra þetta til stofnana í samfélaginu sem eru að vinna gott og þarft verk í þágu almennings. Og hún var að koma frá slökkviliðinu þegar hún kemur niður í Laugarneskirkju. Þetta hefði ekki gerst fyrir 10-15 árum. Að kirkjan sé sett í flokk með stofnunum eins og slökkviliðinu og öðrum sem að eru að vinna gott starf í þágu almennings á Íslandi. Og þetta er ég ofsalega þakklátur fyrir. Að það er allt annað að þjóna kirkju sem er með þennan byr, þennan vind í seglin, þennan hlýhug þarna úti, heldur en kirkjunni sem að situr stöðugt undir árásum vanmátt og getuleysi og særði marga. Kirkja bara særði margar konur og særði samkynniða alveg sundur og saman. Algjörlega. Það er margir samkynniði sem hafa einmitt verið að segja mér að það er svona rétt síðustu ár sem að þeir eru geta bara hugsað til kirkjunar. Já, en kirkjan líka... Þá er þetta svona persónulega... Já, ég bara skil það mjög vel, en kirkjan, það gaf bara samkynniði og þá til þess kirkjan líka búin að, hún er búin að gangast við, hún er búin að vinna verkefni þar sem samkynniðir fá að segja sögur sínar af kirkjunni, reynslusögur af samskiptum við kirkjuna og þessar sögur hafa verið birtar í kirkjunni, sýndar í kirkjunni, sagðar í kirkjunni og kirkjan hefur fullgilt allar þessar sögur, ekki þrætt fyrir eina einustu, ekki reyna að afsaka sig eða bera blaka sér, heldur bara lotið höfði í skömm og beðist fyrirkenningar. Sem að ég held að og það er lykillinn að fyrirgefningunni það þýðir ekkert að þú færð ekki fyrirgefningu, þú gengur fram í hroka, hafi ég sært einhvern. Efsökun svo kallega. Já. Þá þykir mér það leitt, en það var ekki það sem vakti fyrir mér. Þetta er ekki afsökun. Þú segir bara, með að kulpa. Já, ég gengst við broti mínu, í auðmýkt, ég sem iðrandi syndari bið fyrirgefningar ekki að því eigin skilið heldur að því að þú af gæskuðinni, gæsku hjartaðins ert fær að veita mér hana. Einhverjir segja að kirkjan hefur bara gengið of langt í þessu. Og satt maður í vikunni og tók dæmi, hann var að tala svona að hann var að ganga úr sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkin og fannst það að vera svona eiga betur heima þar út af svona ýmsum svona vókmálum eiginlega og hann tók dæmi af styttan af séra Friðrik var fjarlægð. Fannst það að vera dæmi að væri farið að elda einhverja, vera komin út í skurð með það, einhverjir hersei að eitthvað hafi mögulega gerst að þá köstu við burtu minningu manns sem hafði gríðarlega áhrif á samfélagið og snart marga einstaklinga. Hvað séu það? Að þessi þetta fara of langt? Þegar góðmennskan með góðum vilja verður það sem er því kallað dygðaskritik? Það er hægt að ganga of langt í öllu, þú veist. Styttur, hvað er tilgangi þjóna styttur? Er það ekki til þess að hampa fólki sem við erum stolt af? Við smíðum ekki styttur af fólki sem að fólk sem ekki hefur fengið neinu áorkað, sem ekki hefur unnið neinu afrek og ekki að fólki sem hefur sært og meitt fólk í kringum sig. Kynferðisafbrot eru svo fyrirlitin að leið og grunur kviknar að einhver einstaklingur sé kynferðisafbrotamaður, að þá hann bara tekin út af sakramentinu samstundis. Hvort það átt að fjarlæga styttuna sér Friðrik eða ekki. Ég get komið að staða einhverju kvitt að þú sett kynferðisbrotamaður. Já, nákvæmlega. Að þá taka þið bara niður? Svo er maður svo berskjaldaður gagnvart svona ásökunum. Það er svo erfitt að bera þær af sér ef það er á annað borð kvikna. Það er einhver bandarískur leikstjóri núna sem hefur verið að saka eitthvað svona en kemur í ljós að þetta eru samsagt foreldrar stúlku sem hann lét ekki fá einhvað hlutverk sem hún óskaði eftir og þeir nánast höfðu verið reiðbúin til að selja honum dótturina til kynferðislegra afnota í skiptum fyrir hlutverkið. Þannig að menn eru mjög berskjaldaðir fyrir röngum ásökunum. Ég
hef enga sterka skoðun á því hvort fjarlæga átti styttuna af séra Friðrik eða ekki. Var stór hópur fólk sem sá þessa styttu og hún særði það. Ef svo þá full ástæða til þess að endurskoða það hvort það sé sniðust að hafa þessa styttu þar sem hún Ég veit ekki hvort svo eða ekki, en sú rannsókn hefði átt að eiga sér stað, finnst mér, fyrst og þá hefur maður forsendur. Þessi stytta særir of marga til þess að það sé verjandi, til þess að það sé tillitsamt að hafa hana þar sem hún Ég maður fyrst þessari styttu, þá ég bara ungu maður, einhvers staðar, kringu 16 eitthvað. Þá var verið að benda á hana og benda á drengin og hann og verið að tala akkurat þetta. Hann hafi verið fjölþreifinn til drengja. Og ég meina, það er rosalega langt sem ég var 16 ára. Sko. Ég hafði aldrei heyrt þetta fyrir þetta kom fram í þessari bók. En ég náttúrulega, nei, eins og ég segi, en var ég hissa? Já og nei, skilur það? En ég kann ekki að meti það, mér hef bara sagt þetta og ég meina, það er bara fyrir einhverja hillu sem eitthvað sem mér var sagt. Og ég ekki að taka neina afstöðu til sannleiksgildi þessa, ég meina hann var greinilega mjög hrifinn af ungum drengjum. Var það kynferðislegt eða ekki? Þú getur verið asexual en mjög hrifinn af ungum drengjum, bara á estetískum forsendum. Sérstaklega þegar þú eldist. Sérstaklega þú eldist. Fegurðarskinn fólks verður ofta að vera mjög bara fyrir gamalt fólk að sjá æskuna bara í þú veist, algjörlega. Í börnum og ungviði. Það er fátt fegurðar til heldur en ungviðið. Ég er alveg sammálaði, sko. Og það er ekkert kynferðislegt við þá fegurð eða þá aðdáun. En svo verður einhver sjúkleiki í hausnum á fólki til þess að tengja að þarna myndar samband á milli. Og það er náttúrulega við verðum að taka hart á því þegar það gerist, sko. En aðalatriðið fyrir mér þetta að við sköpum okkur umhverfið sem fólki líður vel í. Og ef einhver stytta veldur x mörgum vanlíðan, þá segi ég ekki á hún að fara, þá er full ástæða að setjast niður og fara yfir málið. Tilfelli fyrir tilfelli. Er tillitsamt á okkur að hafa þessa styttu þarna? Þjónar það þeim tilgangi að búa til umhverfi þar sem öllum líður vel? Hvern særir það að þessi stytta sé einhvers staðar annar staðar eða hún sé fjarlægð? Hún er í geymslu bara. Já, eða sett í geymslu. Ég veist að verði aldrei neitt fríður með að setja hann upp. En kannski það náttúrulega fylgjendur Friðriks að berjast fyrir því. Það verði enduristur. Og kannski það bara, ég menna, við erum í svona deglutímum og við erum að þola að sé að vera að deila þessa hluti eins og aðra hluti. Það var ekki alltaf að gera með sussi ykkur. Nei, nákvæmlega. Það eins og við tölum áðan, sko, eftir því sem erfiðara að tala hlutina, þeim mikilvægara að það sé gert. Það að því að lýsa þessu tíma þarna með þegar kirkjan var í vondum tíma. Það að segja að ég man ekki hvernig það var, hvort það var tengt Ólafi skólasinni eða eitthvað. Þá hringi þá var Hagstofan með skráningu og ég hringi til að segja um á þjóðkirkjunni. Og þá svarar kona og segir, jæja góði, heldur þú sért í þjóðkirkjunni? Já, ég var ekki að hringja öðruvísi en það var. Já, ég er ekki viss um það. Nú, hvað veist þú um það? Já, ég skulle bara aðtuga, hvað er kennitalaðin? Og ég segi svo kennitöluna. Og svo fyrir hún og segir, nei, þú ert ekkert í þjóðkirkjunni og sagðir úr en þú var 16 ára. Já. Það er bara að ég er að segja þetta því að þá er hún fengið linnulausar holskeflur af fólki sem er að lýsa vanþóknu sinni á kirkjunni. Já. Þannig hún var byrjuð að svara svona, sko. Já. En það sorglega við það tímabil var að þú veist, kirkjan var þannig uppbyggð, eina sem þú gast gert sem almennu borgari í þessu landi til þess að láta ljós vanþóknu þína var að segja þú kirkjunni. Sóknargjöldin þín renna þá ekki lengur til kirkjunar. En hvert renna sóknargjöldin þín? Það verður bara til fjármálaráðherra? Nei, ef þú ert skráður í þjóðkirkjuna. Já. Til þjóðkirkjuna. Hvað er þjóðkirkjan? Þjóðkirkjan í raun og veru ekki til. Þjóðkirkjan hefur ekki kennitölu. Þjóðkirkjan á ekki neitt, á engar eignir eða neitt.
og óánægjan með yfirstjórn þjóðkirkjunnar með biskupsstofu og starfi sem þar fer fram, sem svona það sem að reglífin það sem yfirstjórn þjóðkirkjunnar. Sóknargjöldin renna til þinnar sóknarkirkju, óskipt. Ekki krónaði fyrir að borga laun biskups eða biskupsritara eða skrifstofustjóra eða yfirgjaldkera eða símadömminar. Þú veist, ekki 1 króna á sóknargjaldinu fer þangað. Á sama tíma sína kannanir að þó að fólki sýndu kannanir að þó að fólki væri í nöp við yfirstjórn kirkjunar, þá bar það hlýhug til sinnar sóknarkirkju, treysti henni, treysti prestinum, þótti vænt það starf sem þar var verið að vinna. Þannig að þessar úrsagnir bitnuðu ekki á því sem óánægjan var gegn, heldur einmitt á þeim hluta starfskirkjunar sem mesta ánægja var með. Það var svolítið ósanngjarnt. Og annað... Maður bara fúll, þannig að maður hrindi bara þessu borði. Og annað sem ég vil benda á var að hvernig fjölmiðlar án þess að ég ætla einhvað að fara að þusa fjölmiðla. Þetta bara skemmtileg anekdóta. Það birtist frétt. Flóttinn úr þjóðkirkjunni heldur áfram og núna hafði fækkað í þjóðkirkjunni eitthvað 1,1%. Það flóttinn. Það ekki bara fólk sem að deyja og svo farið skráður inn. Og það var sem sagt prestur sem fannst þetta skrítið að þetta var ekki, eða hvort það var 1,6% eða hvað það var. Það var innan við 2. Fannst þetta skrítið, þetta var ekki alveg í samræmi við hans svona upplifun og tilfinning og hann fer og skoðar þetta og kemst að því á þessu ári hefur fækkað 3 í þjóðkirkjunni. Þessi flóttur þjóðkirkjunni voru 3 einstaklingar. 3 dánir umfram nýja skráða. En af því að á sama ári höfðu flust til landsins 2000 kaþólskir Pólverjar, þá hafði fækkunin í þjóðkirkjunni sem hlutfall af fólki hér á eyjunni lækkað tæp 2%. Og það var flóttinn úr þjóðkirkjunni 3. Já, ég tek þetta reglulega saman af því að mér leiði svolítið hvernig ég talaði þetta og það er svona kannski sem er nú kannski ekki eins ábyrjandi núna og var kannski á fyrstu árum aldarinnar svona vantrúarhópur og ég hef svona skoðað hvort að það sé þá er fólk að fara yfir í siðmentið eitthvað slíkt og það er ekki sko og það er eins og þú ert að benda að þá eru hlutfallslega hefur kristnum ekki fækkað hérna af því að hann hlýtur nú að vera búin að sprengja utan þessir kirkjuna Kársvíðsöfnuðurinn. Þegar maður labbar þarna frammi og það er alltaf bara straumur sem ekki út og inn þarna. Ég held að séu stundum bara 3 messur í röð og ég hljóta að fara að byggja við þessa kirkju. Já, eða byggja nýja. Þetta er ótrúlega stór söfnuður sem þarna. Og svo átti að fara að byggja hérna rússneska rétttrúnaða kirkju. Það er ágreiningur bygginguna þar. Já, og hún hefur verið sett á einhvað salt. Kannski út af Úkraínu. Kannski á það hlutað máli sko, eins og þeir hafa tjáð sig Úkraínu sko, en nú eru Úkrænumenn líka. Þeir hafa bannað þessa kirkju í Úkraínu, Zelenski. Ok. Ef þú ert með rússnesku rétttrúnaðakirkju þá eru þau bara blóti launi. Já. Herðu, en ég svo ég klárum söguna og fílukastið sem maður var í gagnvart kirkjunni, að það eiginlega rannaði mig bara daginn að ég gekk aftur í kirkjuna og með svona svipuð rökum og þú ert að benda á að ég taldi bara að vera betra að verja þessum 14.000 krónum pluss á ári í því að færi í safnaðastarf heldur en að færi til hans Daða Más fjármálaráðherra sem hefur kannski sett þetta í fjölmiðlastyrk og látið Mogga fá þetta eða eitthvað, ég veit ekki hvað þeir gera við peningar hann í fjármálaráðherra. Það var nauðsynlegt fyrir fjölmiðlafrelsi í landinu að skattgreindur þessu landi tækja að sér að niðurgreiða ofurlaun Davíðs Oddssonar á Mogganum. Það var vist einhver pólitísk ákvörðun. Herðu, en að þið vorum að tala strákaklikuna þarna og Stein Ármann. Þið eru þið ekki frumkvölar í það sem hann kallaði uppistand? Jú, ég held það. Það er ekki að finna neitt á undan eða? Ómar Ragnarsson. Ómar Ragnarsson, það er svona... Já, en þú veist, hann er með svo músikbassisera, Þú mátt það sjálfur sér að þótt að ef þú ert með uppistand og byggt á músik, það er eiginlega má. Já, og við gerðum það stundum, við tókum stundum gítar og sungum gammavísur, sko. Þannig að, en svona nútíma uppistandi held ég að það sé rétt að við Steinn höfum svolítið brotið blað
í sögunni með því allavega svona að verða frægir uppistandarar og halda uppistand skemmtanir og fylla á húsið trekk, sko. Ég held að... Af hverju kom fólk að horfa á okkur? Ertu eitthvað hissa á því? Að því að við vorum svo fyndnir og skemmtilegir. Og líka ég held að við höfum svolítið svarað þörf, sko, með fullri virðingu fyrir þeim góðu gamanleikunum sem höfðu verið að svala grínþörf þjóðarinnar. Gísli Rúnar og Edda og Spaugstofan. Að þau voru bara vannari kynslóð. Og þeirra grín, þú veist, 79 á stöðin eða hvað hét og Heilsubælið í Gervahverfi, þú veist, þetta var svolítið slapstick. Karl Ágúst náttúrulega sem held ég ábyggilega svona svolítið heilinn og bak við Spaugstofuna. Hann náttúrulega verður pólitískari og hæðunari og grimmari í sínum Hann sá skrifin. Já, hann hans húmor eldist og þroskaðist fannst mér eins og gott vín. Hann var orðin býstna hvass og fyndinn. Og kannski að svara eftirspurn Já, nákvæmlega. En ef þú horfir til dæmis á... Það mjög hollt fyrir samfélagi hí á kónginn, sko. Algjörlega. En þeir voru kannski ekki endilega að því. Heldur voru þeir meira bara svona að búa til silly eitthvað, sko. Ef þú horfir á enska þætti, þá voru þeir svona í þeirra fyrirmynd var klár Not the 9 o'clock news, sem voru bara svona þættir sem voru svona frétta, tengt grín, græskulaust algjörlega. Þegar við erum á þessum aldri, svona 1990, 91, þá ekkert það sem vinsalast í útlöndum á þeim tíma eru grínarar eins og Eddie Murphy og Andrew Dice Clay, Billy Connolly, Ástrali sem við fylgdumst mikið með síðan Rodney Root. Og það sem þessi skemmtikraftar eiga samlega, þeir voru svo grófir. Þeir voru svo dónalegir, þeir fóru svo langt fyrir neðan belti að þeir voru komnir alveg í hring, að það var orðið bara hilarious hvað þeir og líka og yfirgengilegir. Yfirgengilegir. Og líka þetta svo mikið tabú að þá gat fólk speglað svolítið sínar persónulegustu, leyndustu kenndir, tilfinningar, upplifanir, langanir í gríninu. Það var verið bara að hæðast að því fram og tilbaka og hláturinn var stundum bara kannski held ég taugaveiklunnar hlátur. En það líka bara mjög gott. Þannig að þarna var alveg hrist upp í öllu sem heitir tepruskapur. Að auðvitað getur það líka gengið of langt. En þú og ég, við munum eftir því hvað við ólust upp í teprulegu samfélagi. Hvað bælingin var mikil. Hvað þú veist, ég orðin unglingur. Ég byrjaði í menntaskóla þegar ég verð fyrst var við það að það farið að ljá því máls að samkynhneigðir karlmenn séu ekki fársjúkir einstaklingar. Og orðið hommi var bara blótsyrði og eitt af því ljótasta sem þú gast kallað aðra mannesku. Þú veist, helvítis aumingi og rævill og hommi. Þú veist, það var bara í þeim flokki. Ég held að það sem var að gerast í byrjun 9. áratugarins í gríni hafi verið mjög nauðsynlegt. Vegna þess að öllum þessum tepruskap, allri þessi bælingu, það var bara hæðst að kynlífi miskunnarlaust og endalaust og öllu kynlífi. Gekk það of langt? Sennilega. En það er þannig sem allar byltingar fara. Þær ganga of langt. Þú veist, þú sérð ekki kvenréttindakonur í dag vera að halda opinberar brjóstahaldarabrennur. Skilurðu? En það er bara búið að setja strik á milli brjóstahaldarabrenna og jafnra réttinda. Brjóstahaldin komin aftur. Kannski vunu bara svara að sjá svona brennur í hljóma? Já, hven leiki þarf ekki að jafngilda hven fyrirlitningu. Og þetta
Dónagrín gekk sennilega of langt. Finnst þér það svona, þegar þú horfir tilbaka? Þú myndir Eddie Murphy sagði einhver tímann sko að þegar hann sæi efni úr túrnum sínum sem hann fór með og þá sko langan mest til þess að jörðin gleiftan bara og hann fannst það svo vandrarlegt skammaði sín svo mikið og margt að þessu radíuskríni þegar ég hugsaði það núna var bara guður minn góður vold eins gott að þetta ekki til á einhverjum upptökum þú veist fólk hafi ekki verið með fólk var ekki komið með snjallsíma að taka upp brandarana guður minn almáttugur sko. Nógu slæmt fyrir það að hafa verið ritstjóri á Já, það kom síðar sko. Já, ég segi það, en það eftir því, það menn geta farið og lamiði með því. En sem sagt annað sem var að gerast á þessum tíma í gríni var að það var komið fram bylting í Englandi sem hét Monty Python og ætla að gera grín. Hún svolítið fyrr. Já, en við vorum að uppgöta á þessum tíma og ætla að gera grín eftir Monty Python án þess að vera fyrir áhrifin frá þeim. Það bara svona eins og alltaf að gera músík eftir Beatlana án þess að vera fyrir áhrifin frá þeim. Skilurðu, þeir bara settu nýjan standard. Og undir þessum áhrifum að við Steinn vorum ekki að gera nýtt í sjálfu sér. Við vorum bara undir þessum erlendu áhrifum að koma með þessar 2 bylgjur sem við einhvern veginn hnoðuðum saman í okkar eigin útgáfu af gríni að vera með svona surrealískan, steiktan út í hött húmor og fara með hann langt niður fyrir beltistað. Þetta sló í gegn? Þetta sló í gegn. Við vorum bara á þorrablótum við vorum rockstjörnur. Bara mainstream stöðum að skemmta. Já, og ég menna við fórum túrum landið, skemmtum í öllum flestum plássum á Íslandi. Ógleymanlegt. Og svo enduðum við á Hótel Íslandi og stóra sviðinu þar og og vorum svo sniðugir að við fengum greifana til þess að halda ball á eftir og greifarnir höfðu þá ekki radíusbræði bera svolítið ábyrgð á endurkomu greifana vegna þess að greifarnir voru bara hættir og voru bara einhver svona fyndin skemmtileg 80s minning af hvað var það kallað gleðipoppi þeir komu saman og spiluðu og ég meina við fylltum við 2 standandi upp á endan að segja brandara við fylltum Hótel Ísland og þetta er 600 manns í sætið ekki hugmynd sko, en Þegar maður sér aldrei í salin almennilega, maður áttar sig ekki á því, en ég held að við hefum töluvert, ég ætlaði sig 800 og ég lækkaði henni í 600 því það er að gíska. Ég man að það var erfitt að skemmtara þegar maður stöndur á sviðum, maður heyrir illa í sjálfum sér og það sem er að gerast á sviðinu heyrist hvergi verr en á sviðinu. Vegna þess að hátalarkerfið allt hús er svo gott, þú getur farið á klósettið og það eru hátalarar inn á kallaklósettið þannig að þú heyrir hvert orð sem er að gerast á sviðinu á meðan þú ert að pissa. En þegar þú stendur upp á sviði og ert ekki með monitora, að þá valla að þú heyrir orðaði sem þú ert sjálfur að segja. Sko. En já, eins og ég segi, við vorum rockstjörnur, við bara vorum rosalega. Hvað er það langur tími sem að? Það eru 13 ár sem ég er í showbusiness. Ég hætti í guðfræðinu 91 og 94 og segi ég 2005 fer ég í meðferð. En inn í þessu er líka, þú varst útvarpsmaður. Já, á þessum tíma sem við erum í uppistandinu ég kalla það, þegar ég er í showbusiness, þá erum við að gera útvarpsþætti, við erum að skemmta á sviði, við erum að gera útvarpsþætti, við erum að gera sjónvarpsþætti og ég fæ töluvert að gera við þýðingar líka, að það var eins og fólk horfði á radíusbræður og hugsaði með sér, Davíð er ábyggilega sá sem skrifar allt efnið og Steinn er sá sem að leikur það og fíblast. Þannig að Steinn fór allt einu partur af því sem að radíusbræði fór í gang var að Steinn vantaði bara einhvað að gera, hann fekk ekki vinnu sem leikari. Allt einu fer hann að fá hlutverk af því að hann er að sýna og hann trekkir, hann er vinsæll og hann er búinn að sýna það með radíusbræðurum hvað hann er flinkur. Ég fekk
engin hlutverk en hins vegar fekk ég alls konar þýðingar og skapandi skrifaverkefni. Það var eins og fólk bara ákveðti þetta sko. Langaði ekki að vera leikari? Ég átti tíma Íslandsmetið í að vera ekki leikari. Æskudraumurinn minn var að verða leikari. Það menn að sækja þá Ég sótti 3 ár í röð og fór 3 ár í röð í 16 manna hóp án þess að komast inn sko. Þannig að vorum að tala hann að verði þinn vilji á hann. Já. Var það fagnar því að hafa ekki komist inn? Líf mitt hefði orðið öðruvísi. Ég gæli stundum við þá tilhugsun. Þegar þetta er búið, þá er ég að starfa með leikfélagi Hafnarfjarðar. Við erum að sýna leiksýningu eftir William Shakespeare, allt í misgripum. Þegar við fáum boð það, leikfélagi Hafnarfjarðar hafi farið á alþjóðlega áhuga leikhúshátíð í Suður Frakklandi og einhvern veginn í tengslum við það fáum við boð það hvort við viljum taka þátt í alþjóðlegri leikhús listahátíð í Chandigarh á Indlandi. Við veltum þessum fyrir okkur og við sláum að það, kýlum að það, gerum þetta. Við fyrir til Indlands, sýnum þetta leikrit á íslensku fyrir hópa vindverjum nokkrum sinnum og þetta var ævintýri. Þannig að við förum til Indlands og það var ævintýri og við sýnum þessa leiksýningu og þetta er stórkostlegt og svo koma þarna gestir og fínir kallar með hnefastóra rúbínsteina í vefjarhöttunum sínum sko. Og ég er þarna á barnum á einhverju svona móttöku þegar kemur til mín maður með hnefastóra rúbín og þakkar mér fyrir sýninguna og spyr mig hvort að ég sé menntaður leikari og ég segi nei, ég er það ekki, hvort ég hefði áhuga á að mennta mig sem leikari og ég segir hann og ég hafi það svo sannarlega og þá segir hann sko ég er skólastjóri leiklistarskólans í Chandigarh og við viljum endilega fá evrópska og erlenda nemendur í skólan þannig að ef þú hefur áhuga myndur þá ekki vilja koma og læra hér hjá okkur og ég segi já en hvenær eru inntökupróf og hann segir þú varst að taka þitt inntökupróf fyrir í dag ég sá þig, þú ert komin inn ef þú hefur áhuga myndi ég bara koma í haust og byrja að læra, nei, þú myndi koma í haust og þú þyrftir að læra Punjabi sem er tungumáli sem þarna er talað í Punjab sem er 20 milljóna sem tala það og er indóevrópskt mál og hefði ábyggilega ekki verið erfitt að læra það fyrir manni sem mig sem hef ákveðna svona tungumála náðargáfu Þannig að ég fer ofta ég velti því stundum fyrir mér. Ef ég hefði sagt já, ef ég hefði farið heim, pakkað saman og farið til Indlands, verið 1 vetur og lært Punjabi og farið svo í indverskan leiklistarskóla og komið heim, eða ekki komið heim. Bara í Bollywood. Kannski bara farið beint í Bollywood. Þá hefði ég þurft að læra hindi, sennilega. En ef þú hefði sagt já, en af hverju sagðirðu nei? Það kom 2 til. Annað var, má segja 3. Annað var að ég hafði orðið fyrir svolítið vonbrigðum með Indland. Það var of mikil eymd, of áberandi, of mikil misskipting. Fyrir mig sem sósíalista var indverskt samfélag eiginlega bara sjokk að sjá þetta. Ljósmynd af helvíti. Þetta Gunter Grass segir að fara til Kalkútt og skerðaði tippið. Það sem er að reyna að lýsa þessu viðbröðum, það sem sérði alltaf þess að djöfulsins eymd. Og ég reyndi eitthvað, og það er eitthvað í kultúrnum sem er beyond good or evil, þú veist. Já, ég vorkenniði, men hvað get ég gert? Hvað getur þú gert? Þú ert með rúbínstein í vefjarhettinu þínum sem gæti framfleytt litlu þorpi í heilt ár. Hvað get ég gert? Það var ein ástæðan. Ég var ekki hrifinn af Indlandi. Ég var leið, þú veist, mér leið vel, það var stjana við mig, en ég gat ekki samþykkt þetta samfélag. Öðru lagi hafði ég líka orðið vitni að því að leikarar menntaðir í útlöndum áttu mjög erfitt uppdráttar þegar þeir komu heim með að fá vinnu. Það er gerbreytt, en á þessum tíma. Það er síðustu 5-6 árin eða það aðeins að skána. Já, en það var þannig, þú komst, enginn þekkti þig, enginn hafði séð þig, þú finnst enginn tækifæri,
Leikstjórar og kvikmyndagerðarmenn voru ekki búin að sjá því í 2-3 hlutverkum í nemendaleikhúsi, vissu ekkert um því, þannig að ég hafði hort á marga flinka leikara að koma frá útlöndum og fá ekkert að gera. En af hverju langaði að vera leikari? Og svo í þriðja lagi okay. að ég var ástfangin af íslenskri konu Já. og vildi fara bara heim til hennar aftur og byggja framtíð með henni á Íslandi. En ég gældi við þetta sko. Og þetta samband okkar endaði náttúrulega að við sem 2 yndislegum börnum sem ég ól upp að miklu leyti, eða við ólum þau náttúrulega upp saman en samt til skiptis, þau voru kornung þegar við skildum sko. Og en ég velti stundu fyrir mér hver líf mitt hefði orðið mikið öðruvísi ef ég hefði sagt já þarna. En af hverju, spyrja aftur, af hverju vildur vera leikari? Það reyna orðið þetta einhvern veginn eins og það sé alveg fráleitum. Hvernig, af hverju vildur svona mikið verða leikari? Kannski að því mér leið vel á sviði. Ertu þannig að þú verður aldrei almennilega fyllilega til nema að þú fóður mikla athygli? Sko, það hefur breyst mikið. Ég var mjög athyglisþurfi þegar ég var yngri. Og bara það var einhvern veginn, ég var bara alltaf performer í mér. Mér fannst gaman að performera fyrir fólk. Og og reyndar sagði Jakob við mig þegar líður svo vel á sviði að þar ertu með grímu utan á hinni grímunni. Við erum alltaf með grímu en þegar leikari stígur upp á svið þá er hann komið aðra grímu utan á grímuna sem hann er alltaf með. Að maður tekur ekki niður grímuna nema, þú veist, mjög sjaldan og þá ekki nema gagvart fólki sem þú veist mjög intím með sko. Og það kannski átti einhvern hlut að því líka. En ég finn það að eftir sem ég eldist verði ég meiri og meiri introvert og hef minni og minni þörf til þess að sanna mig. Ertu með sviðskrekk? Þú ert að labba, þú notar ekki predikunarstóla það? Nei. Þegar þú fer þá upp að altarinu og ertu með sviðskrekk? Nei. Ég lærði bara að meðhandla sviðskrekk. Sviðskrekkurinn er bara energi, svona framistöðu, kvíði og það kemur fyrir að ég finn pínlítinn skjálfta í hendinu þegar ég er að fletta blöðunum sko. En ég kvíði því ekki að stíga fram og ég held sko. En samt sem að þetta er líka allt annað þú ert að predika, þú ert bara að koma fram og þú ert að vera einlægur, þú ert ekki að fara að fíblast, þú ert ekki að fara að reyna að vona að sjóið þitt lukkist nógu vel þannig að þú fáir viðbrögðin, heldur þú ert bara að reyna að tjá þig. En til þess gagvart leikhúsinu og skemmtibransanum þá var ég alltaf með pínlítinn sviðskrekk og mér þótti vænt það vegna þess að ég held að þegar þú hættir að fá sviðskrekkin þá ertu búin að missa auðmýktina gagvart því sem þú ert að gera sko. Þá ertu farin að hálfdan hrókafullur þá ertu, ég get þetta er ekkert mál. Þá getur það ekki. Já, það er þú veist. Þá bara, þá missur einlægnina. Og það bara bitna, sýningin verður ekki ekta. Ef þú trýtar hana þannig sko. En svo náttúrulega kannski er það einmitt það sem gerðist, að það er náttúrulega ástæði fyrir því að við hættum. Að þú veist, ég dáist að tvíhöfða fyrir sko að vera ennþá 30-40 árum síðar þeir eru enn saman að grína sko að ég var komin á þann stað sko að mér var bara bumbult, ég fann svona mér var bara óglatt, nú þarf ég enn einu sinni að fara stíga þarna upp á svið og láta einhverja fulla kalla hlæja að dónabröndurum eins og sprelli kall það svona tókaði í spottan og hann baðar út öllum öngum og öllum finnst það voða skrítið og ég var bara komið með ógeð á þessu og það bitnaði á performansinum og maður átti fleiri og fleiri down gig sem bara þær bara mislukkuðust það bara var ekki hlegið af því að þú bara varst ekki einlægur eða ekta þér fannst þetta ekki einu sinni fyndið sjálfum sem þú varst að gera sko Það er þetta að hlæja ergilegum uppistandara. Já, nákvæmlega. Og myndinu með Lenny fjallar nú svolítið það? Já, nákvæmlega. Hann misti það því að hann var obsessed, Lenny Bruce.
og nákvæmlega, hann, þú veist, hætti að grínast og var bara social kommentator. Við fórum ekki þá leið, eða ekki, kannski fór ég einhverju leiti þá leið, en allavega, þú veist, ég fekk bara ógeð á þessu. Það eru mikið hefð fyrir uppistandi í Bandaríkjunum. Það er alltaf svona hluti af uppistandurunum sem að ég held að Norm Macdonald hafi sagt að þeir vilja frekar vera litnir, taldir gáfaðir heldur en finnir. Það eru nokkrir þarna sem að því að þú færð svona ákveðin sess, að því við nefndum Lenny sem að notaði sinn sess í svona pólitískum tilgangi og kannski sorglegt frá gríninu að hann misti það en hafi kannski eitthvað annað, en það eru nokkri svona í Ameríku sem er eiginlega uppteknar af því að verða taldir hafa vit á öllum andskotanum. Jú, það getur ábyggilega orðið tilgerðarlegt ef þú leggur of mikið upp úr því, en hins vegar held ég að þú getur ekki verið fyndin nema þú sérst svolítið gáfaður. Já, settu gáfumanna klíkunni hérna. Ég segi ekki úr gáfumanna klíkunni, ég er bara að segja að það þarf ákveðna greind til að geta verið fyndin. Eins og sagt eru með það þýr ekki láta eitthvað fíbleika trúðin. Sko. Nei, nákvæmlega. Þú þarft að hafa hæfileikan til abstrakt hugsunar og þeim meira abstrakt sem þú getur hugsað, þeim auðveldar sennilega áttur með að sjá spaugjulegu hliðarnar og snúa því upp í einhvað tvist og það hangir bara beinlega saman við greind. Ég held að mjög heimskur eða greindarskertur, segjum, einstaklingur eigi mjög erfitt með að vera fyndin. Er ekki það heimskur hlæra af eigin fyndni? Jú, nákvæmlega, heimskur, já, hlæra sjálfsins fyndni, heyrði ég það. Þannig að alltaf finnast mikilvægt að vera álítinn gáfaður en fyndin, það álítur þig, það þarf töluvert miklar gáfur til þess að ná því að vera álítinn fyndin. Það er náttúrulega liggur á bakvið það sem að Norm er að segja, Norm Macdonald, er að þeir séu náttúrulega ekkert sérstaklega gáfaðir, því að ef þau væru gáfaðir þá myndu náttúrulega miklu frekar þykja fyndnina og hlátur en að klappi fyrir hvað eru klárir. Það er bara fíbl sem að segja eftir því. Því býst ég við að hafi verið húmorinn í honum. Það er kannski alveg. Og hann er náttúrulega dæmi svona mann sem er ansi fljótur að hugsa og getur verið fyndinn, Norm Macdonald. En þú nefndir áðan að þú hefði náðagáfu í sambandi tungumál og þú ert mjög orðhagur maður. Hvaðan færðu það? Ég les mikið. Þannig að þú hefur smíðað þetta? Hvað segirðu? Þú hefur smíðað orðhag? Ég hef eiginlega unnið við að tjá mig í 40 ár. Mitt atvinnutæki hefur verið lyklaborðið. Þannig ég er ansi flinkur að vélrita. Þú getur ort og svona, þú getur snúið Shakespeare yfir á nútímamál og þú getur gert dittin og dattin, sem að er ekki svona alveg venjulegt að þetta geti. Það er margir sem að vinna á lyklaborðinu og ráða ekki við þetta. Og þýtt ógrinin öll á söngtextum. Söngleiki og svo framvegis. Hvaðan kemur þetta vald mitt á íslensku? Sennilega bara af því ástfóstri sem ég tók við hana strax sem barn. Ég er pínulítið einhverfur. Ég hef fengið greiningu á því að vera svona með kannski litlu tann á öðru fæti inn á rófinu. Og hvað er því það að vera tilningu til þráhyggju? Það þýðir til dæmis að ég á mjög auðvelt með að muna bundið mál. Ef ég heyri vísu þá er mjög sennilegt að hún brennir sig fasta. Eða ef ég þarf að einsetja mér að læra eitthvað, þú veist, ég gæti farið með Gunnarshólma fyrir þau hér og nú, ef þú vildir. Ég ákvaða að það væri eitthvað sem ég langaði til þess að vera færum, að geta staðið upp og farið með Gunnarshólma. Kannski byrði ég það í endan, þannig að eldur skellið á því að farið með Gunnarshólma. Bara upp úr þurru. Og þegar ég fekk bókina Skólaljóð í hendurnar, bláu bókina, þá var það opinberun fyrir mig. Og þegar ég heyri íslenskt mál og bara þetta fyrirbæri að það sé hægt að raða hljóðum saman og dæla þeim út munnin á sér og hafa þau áhrif á aðra að þeir fá gæsahúð
eða þeir fella tár eða þeir finna einhverja hlýju inn í brjóstin á sér. Hvaða galdur er það? Og þannig kviknar ást mín á sérstaklega á íslensku en almennt á þessu fyrirbæri sem er tungumál og forvitni reglur þess og lögmál tungumálsins og vegna þess að ég skil líka nokkurn veginn hvaða lögmál gilda það hvernig tungumáli er beitt og hvernig það raðar sér saman, þá hef ég átt auðvelt með að læra erlend tungumál. Þegar ég fer í guðfræðina þá bara liggur forngríska nánast opin fyrir mér. Því að ég er það vel að mér málfræði móðurmáls míns til þess að það þarf ekki að byrja á því að útskýra fyrir mér hluti eins og viðtengingarhátt eða eitthvað, Ég þarf og sömulegis, mér gekk mjög vel, ég fór á málabraut í skóla, mér gekk mjög vel ég fekk 98 stig í dönsku og verðlaun fyrir frábæra námsárangur. Ég lærði þýsku, 7 áfanga í þýsku, átti auðvelt með það, bjó í Þýskalandi og snörfusaði mína þýskukunnáttu. Ég lærði frönsku, ég er svona fær að halda upp í samræðum á frönsku, ég bjó í Svíþjóð í rúmt ár, eftir 3 mánuði var ég orðinn altalandi á sænsku. Tungumáli sem hefur staðið í mér er hebreska, af því að hún er ekki einu sinni indóevrópskt mál, þannig að þú þarft að byrja á því bara að læra fyrir bara eins og orð upp á nýtt. En þannig að og ég hef stundum leikið mér að ég búa til tungumál, planmál. Það var svona, hvernig myndi ég struktúrera þetta og myndi ég láta endingar stjórna. Ég hef skrifað skáldsögu sem nú ekki fengist útgefin, þar sem ég samdi heilt tungumál til þess að því hún fjallar ungan dreng sem hefur náðargáfu gagnvart tungumálum en í öðrum heimi, þannig að ég bjó reyndar til 3 tungumál. Það er stór hluti af bókinni á þeim tungumálum? Nei, það er svona vitnað í, það eru svona setningar úr tungumálunum og hann kemst í gegnum ótrúlegustu þrautir vegna þess að hann heyrir á tal fólks sem áttar sig ekki á því að hann skilur hvert orð sem þið segja. Hann lágvaxni ljósærði síðhærði fjallabúinn skilur allt sem að Rómverjarnir _, grítverjarnir eru að segja. Hann talar grítínu alveg fram og tilbaka, aftur og baka og áfram. Og hann fer í skóla í höfuðborginni. Ég ætla ekki að endur segja þér þannig sögur. Þegar þú ert að tala tungumál, og tungumál er náttúrulega bara alls konar lög. Og það þú ert með viðtengingarháttin sem er svona bara málfræðireglunar, þú ert með hljóminn og tóninn þegar þú varst að tala tungumáli og þú varst að tala einhvern veginn fegur þess að þá varst ekki að tala merkingu orðana þú varst ekki að tala tjáninguna, heldur varstu bara ástfangin af tungumálinu og þess vegna getur ort og þýtt af hrynjandinni, af hljóðstöfunum, þeir eru partur af galdrinum. Bundimál hefur áhrif sem að prósi hefur ekki vegna þess að það er eitthvað dáleiðandi. Sem að stundum er fyrirferða meira, við þekkjum dæmi það. En að því varst fyrir í samtalinu varst að tala sannleika Guðs sem við getum ekki fært í orð. Og það er þetta tæki okkar. Það er ófullkomið að þú hefur misti í ástarjátninguðinu til tungumálsins að það var það líka við náum aldrei að tjá okkur tungumáli er náttúrulega við náum bara svona einhverju nálgun tungumáli er náttúrulega manna smíði og það hættur þetta að lifa innan þess og til að miðla því þarf hold og blóð, það eru tungu og varir og tennur þannig að tungumálið er af efnisheiminum. Kannski tungumálið ásamt tónlistinni. Það sem kemst næst því að vera tenging efnisheimsins við hina andlegu, guðlegu vittilverunar handan við efnið. Tónlistarfólki myndi segja það á við tónlistina
Það tungumálið alltaf að njörfa okkur niður í svona mannheima. En tungumálið tónlist. Vel ort ljóð sem að flæðir vel og áreynslu laust í fallegri, reglulegri, hrynjandi með þungum hljóðstöfum, búm, 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 búm. Þetta tónlist. Hvernig ætlar að segja að heldur í feldin, horfir í eldin og hrærist. Ég ætlar að segja mér þetta sé ekki tónlist. Þú ert gott tónera, ekki? Já, svona þokkalegt, jú. Svona glamra á... Hreimurinn í Frakklandi, hann ágætur? Hvað segirðu? Hreimurinn á frönskunni, hann ágætur? Nei, ég menn það heyr allir að ég tala það heyr allir að ég er útlendingur og ég menn ég tala hana kannski eins og 5 ára barn með sterkan hreim en ég get bjargað mér, ég get spurt salernið og pantaði matinn og síðast þegar ég var í Frakklandi þá langaði konuna mín að læra frönsku þannig að við fórum inn í bókabúð og við vorum ekki að tala saman og svo spyr ég manninn á frönsku hvort hann eigi frönsku kennslubók á þýsku. Hann segir þýsku, en þetta er ekki þýska sem þeir eru að tala saman. Ég segi, nei, þetta er íslenska, en þar sem ég leiði mér að stór efa að þú eigir frönsku kennslubók á íslensku, þá spurði ég frönsku kennslubók á þýsku, af því við búum í Þýskalandi og tölum bæði ágæta þýsku þó að við tölum saman á íslensku. Og þá mér sagði hann, þú talar bara ágæta frönsku. Og segja, þetta er fyrir konuna mín að talar enga frönsku. Ég skil. En svo fundum við því miður enga frönsku kennslubók á þýsku. Ég spyrja þessu að því að dóttir mín er mjög tónelsk og hún grípur bara alla reima. Hún bara, þegar hún var barn, vorum á fjölunámskeiði og hún satt við borðið hjá enskum hjónum með dóttur sína, þá kom hún tilbaka og talaði yfirstéttar ensku við okkur. Bara smitaðist af. Þannig það er eitthvað leiti með þennan hrynjanda og tón og svona sem er músík, svo að segja það sem ég var eiginlega. En er hún eftirherma? Já, hún gerir það en hún er ekki upp á sviði. Ég fæ þessar sýningar. Þú farið að njóta þess. Þá heldur mér stundum mikla skemmti prógram. Það er einmitt að herma þetta fólki og ótrúlega fyndin. Ég held að þetta fari saman. Þetta er náðargáfa sem ég hef ekki. Að geta hermt eftir fólki. Ég dáist að flinkum eftirhermum. Og sömuleiðis, ég meina, ég legg of mikið upp úr þegar þú veist, ég læri tungumál þannig að ég vil fyrst að þú kennir mér málfræðina. Kendu mér föllin og beygingarnar og hvernig maður beygir sagnir og hvernig stigbeygir maður lýsingarorð og atviksorð og stöldur maður við sagnirnar, hvernig nota maður lýsingarhátt, hvernig mynda maður þolmynd og svona þegar ég kom með reglurnar, þá get ég sagt, ok, fínt, og nú byrjar það að kenna mér orðin. Svo ég get raða þeim í hillurnar, svona eins og setjari, skilur þetta. Þannig að, þú veist, fyrst smíða ég bókahilluna. Og það var einhverfur, eins og varst að segja. Og þannig að ég læri á einmitt. Þetta er kannski partur af minni einhverfu, að ég vil átta mig á strúktúr og byggingu og setningafræði tungumálsins áður en ég fer að leggja einhver áherslu á endilega orðaforða eða framburð. Snúa öll vörumerki í vörunum inn í ískapnuðinum fram. Það er ekki þannig. Nei, það er ekki þannig. Nei, ég er ekki þar. Og ég var að tala um við reynda börnin mín í gær, þessi uppkomnu, það var vinur minn sem við vorum að tala um það, allt einu trúður hann mig fyrir því að þegar hann er að hlusta útvarpið í bílnum sínum, þá verður hann alltaf að hafa voljúmið á sléttri tölu. Það bara, hann veldur hann óþægindum ef voljúmið er 23, það var skrúað upp í 24 en hann samþykir reyndar margfeldi af 5 líka, þannig að það má fara upp í 25 en annars 8 tölur og ég fór einhvað að spyrja það þessu og bara sumir eru þannig með einhvað ósýtjeg á þessu, bara þegar þeir eru að hlusta á útvarpa þá bara geta þau ekki haft á 20, nei ég er nefnilega ekki þannig. En einhver af þín sem þú lýsa, það er eitthvað svona góð einbytting. Já. Því fylgir oft að þú sérð ekki það sem er utan sjónpunktur. Já, það lýsir sér því að mjög erfitt með munanöfn og andlit. Ég hitti mann út í búð og ég veit að ég þekki hann, að ég heilsa honum og hann kemur til mín á eftir og segir við mig,
ég sá að þú hafðir ekki hugmynd hver ég er. Ég segi, nei, ég veit að við þekkjumst, ég bara gæti ekki komið þér fyrir. Ég er heimilislæknirinn þinn. Já, það hafði hitt hann einhverjum vikum áður og meira sér átt mjög við hann mjög intímt samtal persónuleg heilsufarsvandamál. En ég gæti ekki þekkt hann út í Bónus, af því hann var ekki þar í umhverfum þar sem ég þekkt hann. Það var ekki í réttu falli. Já, eitthvað svoleiðis. Og lýsir sér líka í því til dæmis að ég man alltaf eftir þegar ég var strákur að eftir skóla þá fer ég heim með vinni mínum eða strák sem ég er að kynnast, það hafði aldrei ferið heim til hans áður. Og við förum heim til hans, hann var heima þarna í Rauðublokkunum í Hjallabrautina og svo bara stend ég upp og fer heim og þegar ég kom heim fatt að ég hafði glemt skólatöskunum minni hjá honum. Og fer tilbaka og finn ekki staðinn aftur. Þetta eru einhverjir hellingur á stigagöngum og ég myndi ekkert í hvaða blokk ég hafi verið og myndi ekki hvað foreldrar hans hétu og myndi ekki á hvaða hæðan hafi verið, þannig ég ráfa þarna eitthvað og veit ekkert hvert ég á að fara. Og kem heim og segi við pappa ég hafi ekki fundið staðinn aftur. Og hann horfir á mig, hann þekkti mig, vissi hvernig ég var, hann sagði já. Þú hefðir munað þetta ef þú hefðir lesið þetta einhver staðar. Og þannig var ég sem strákur, algjör sauður varðandi allt svona, en ef ég hefði lesið eitthvað einhver staðar, þá var það eftir í hausnum á mér, Þannig þú virkar vel en virkar líka ekki nóg vel. Já, fyrir mér er mín einhverfa ekki föllun, hún þýðir bara í staðinn fyrir að hæfileikum og getur sér svona nokkuð normaldreift að þá svona koma toppar sumstaðar þar sem að ég svona kannski er svolítið súper og ég borga fyrir þessa toppa með ákveðnum dölum þar sem að ég er alveg út að aka Algjör rati. Já. En er það ekki þannig að hluti af einhverfu er erfiðleikar í tengslum og tengslamyndun og annarkvort vegna þess að einhverfi er með einhvern annan skilning sem að og svona næstu í annað tjáningatungumál sem að aðri kunni ekki á en líka einhvern veginn svolítið innrætt. Einhverfa er ekki eitthvað eitt. Nei, ég veit að ég er svona að reyna að sirka þína út. Það eru til mjög, extrovert einhverft fólk, og vel fungerandi einhverft fólk sem að getur verið extrovert en það, og allt í lagi og eins og fiskar í vatni í félagsskap. En hafa hins vegar þessa gríðarlegu þörf fyrir að hvíla sig á milli, að fá sína einveru. Og ég held að ég sé svolítið þar, Ég get alveg verið eins og fiskur í vatni í félagsskap. Tíma. En ef ég fæ ekki mína einveru, þá verð ég mjög úrillur og uppstökkur. Herðu, við vorum að tala tíman þar sem að þú varst að skemmta og ég nefndi þarna að þú varst að þakka fyrir það að þarna hefði ekki verið fólk með farsíma að taka upp þvæluna sem að allt upp þér. Svona sem á mörkum að reyna að ganga alltaf fram af öllum. Já. Og það getur virkað í augnablikinu en er yfirleitt ekki gott í endursýningu. Eldist kannski ekki mjög vel. Já, er bara yfirleitt sjaldan gott í endursýningu því að það tilheyrir einhvern veginn augnablikinu. En ég nefndi þarna þú sem að þér er oft núið nasir. Tímabil þar sem þú ert ritstjóri í blaði sem að vill eiginlega vera klámblað ekki, bleikt og blátt. Tímarit kynlíf, erótík og kynferðismál. Það byrjaði en það var svona tinningin að því að vilja eiginlega bara fara. Nei, fólk var svo upptekið af því að það birtust í þessu blaði ljósmyndaþættir sem að fólk hafði ekki séð í íslenskum blöðum áður. En voru nú ekkert mjög grófir miðað við það sem fólk gat á sama tíma keypt í mál og menningu og á fjölskyldufyrirtæki Bjarna Benediktssonar, hvað heitir það, bensinstöðin? Hér þá Esso. Já, Esso. En af því þú ert fegin að því að var ekki tekið upp grínið ykkar, myndirðu svona vilja að þetta myndi bara gleymast? Nei, alls ekki, Þú fagnar því að ég tók þetta upp? Já, ég get alveg talað um þetta, Ég fæ þetta tilboð að ritstýra bleiku og bláu og ég hugsa með mér, ég velti þessu fyrir mér, gerum úr þessu málgagn kyn frelsis og ég fæ frjálsar hendur.
og ég þarf aðeins að prófa mig áfram og fyrstu tölblöðum mín ganga ekki vel og fólk talar svolítið við mig þetta eins og að Bleikt og blátt hafi ekki verið neitt annað en ljósmyndir. En ég meina blaðið var 52 blaðsíður, stútfullt af fróðlegu efni kynlíf og erotík og kynferðismál. Og svo var oft þannig að þú gerir eitthvað af þér, þá laði fólk það. Og svo var að jafnaði hverju blaði 16 blaðsíður af 16 blaðsíðna ljósmyndaþáttur. Eða 2 ljósmyndaþættir í hverju blaði sem voru svona 6 til 10 síður hver. Ljósmyndirnar, þetta voru ekki svona Playboy myndir eða? Nei, þetta voru meira, þetta var svona, sko, ég var í tvígang kallaður á teppið hjá lögreglustjóra vegna gruns framleiðslu og dreifingu á klámi sem refsivert samkvæmt íslenskum lögum. Og ég hef stundur sagt, sko, það veistu hvað líka refsivert gagnvart íslenskum lögum? Að væna menn sakhæft athæfi. Saknæmt athæfi. Að væna menn saknæmt athæfi án sannana, það glæpur. Þannig að bara benda á að meðan framleiðslu og dreifing á klámi ólöglegu á Íslandi, þá það saknæmt athæfi að kalla Bleikt og blátt klámblað eða með klámblaðaritstjóra. Einfallega vegna þess að vera að væna mig sakhæft athæfi. Og ég var spurður að því, þegar þú tekur svona ljósmyndaþætti, hvernig ákveðuru hvað á að ganga langt? Og ég segi, ég fer niður á Esso, kaupi mér þar Hössler, svo labba ég upp í Mál og menningu og kaupi mér þar Penthouse. Svo fer ég á skrifstofuna mína og skoða þessi blöð og sé hvað Hössler og sé hvað Esso og Mál og menning mega selja án þess að vera dæmd fyrir dreifingu á klámi og svo ákveð ég að ganga styttra. Til þess að halda innan lagana. Já, ég ákveði að ganga styttra þannig að ef skorin yrðu perur að þá væri ég ekki fyrsta viðfangsefnið. Ég væri alltaf með mildari myndir heldur en þessi 2 tímarit sem eru selt á Íslandi og og það bara partur af ritstjórnar stefnu Bleiks og Blás að vera aldrei með grófasta efnið á tímaritamarkaði á Íslandi. Þetta eru lagalegu mörkin, en svo eitthvað svona siðferðislegt. Ég veit ekki hvað þú vitið það, en Hössler og Playboy ekki góður svona siðferðislegir leiðsögn. Við skulum koma að því og eftir. Mér langar aðeins að tala eitt enn. Það viðskiptahliðin. Ég ritstýrði Bleik og Blá í 4 ár. Það var nú ekki lengri tími en það. Ég tek við blaði sem kom út 6 sinnum á ári og átti að hætta að gefa út, ákveðið að gefa því 1 séns undir nýjum ritstjóra og hvort hann gæti endurvakið það eða lífgaða við. Og ég í 50% starfi. 4 árum síðar hætti ég á söluhæsta tímariti á Íslandi. Þar sem ég í 100% starfi með aðstoðarritstjóra í hálfu starfi. Á tímariti sem kemur út 14 sinnum á ári. Af hverju labbarðu burt frá success sögu eins og þessari? Þetta ég get alveg sagt að þetta eru bara tölulegar staðreyndir sem þú getur bara skoðað og enginn vafi leikur á. Þannig að þú verður ekki labbar burt og það verður ekki orðið Larry Flint Íslands. Af hverju stendur maður upp og labbar burt frá þessu? Og það nákvæmlega af þeim ástæðum sem þú ert að tala siðferðisástæðan. Ég sá þarna tímarit, tækifæri til þess að fá að ráðast á tepruskap, ruggabátum, ögra, storka hefðbundnum viðhorfum og berjast sem sagt fyrir frjálsræði og opnu samfélagi og opinu umræðu og opinu tjáningu og bara, kynfrelsi. Það var markmið mitt með þessu blaði. Hins vegar það nú einu sinni þannig að þessi bransi sóðalegur. Það erfitt að vera eini hreini tæri vastrópinn í drullupollinum. Það slettist á þá sem standa nálægt þessu bransa. Hann sóðalegur og ég stóð þar nálægt á honum að mér fannst slettast meira á mig en mér leið vel með.
börnin mín voru nálgast þann aldur að þau fóru svona bráðum að bera skynbragð á það hvað ég var að gera í vinnunni. Þú veist, þegar ég byrjaði þá fannst þeim þetta bara álíka áhugavert eins og ég hefði verið að ritstýra prjónablaðinu Ír eða eitthvað. Þetta er bara einhver sem þið hefði engan áhuga á og skilja ekki, einhver sem fullorðnir gera. Og hvernig ná ég að útskýra fyrir þeim hvað pabbi gerir, við hvað hann vinnur. Og auk þess stóð ég frammi fyrir því ég var eiginlega búin að gera allt sem ég langaði til þess að gera. Ætla ég að sitja hér áfram og endurtaka mig? Eða ætla ég bara að pakka saman og segja þetta er gott og fara að gera eitthvað annað. Og svo ákvörðun varð ofan á. Þannig að ég hætti, sko þegar við erum þvílíkum rífandi success, annars hefur ekki sést, þar sem að við erum með söluhæsta tímarit á Íslandi, 14 sinnum á ári, það sem hafði verið hálft stöðugildi fyrir 4 árum var orðið 1,5 stöðugildi og eins og þessi, af hverju labba menn burt frá svona lögu? Einmitt af því að þeir hafa siðferðiskend og þeir eru komnir að vegg sem þeir vilja ekki fara yfir. Hér er minn persónulegi veggur. Hér ætla ég að stoppa og snúa við. Mörgu fannst þú fara á langt og þú talar um að þetta sé tímarit kynfrelsi og segja, þetta er nú bara, er þetta ekki bara eitthvað fallet orðið yfir bara klámvæðingu og ég meina þú varst bara að gera út á klámvæðingu sem að er eiginlega verið að selja kvenlíkamann sem söluvöru og svona eitthvað svona gagg fyrir okkur kallana. Lastu greinina mína musterisvændi í Palestínu hinni fórnu. Nei, ég bara benti þar á að þetta var, særu þannig grein í klámblaði. Já, þetta er það voru þarna myndaþættir en veistu hvað var svona sjokkrandi við þessa myndaþætti? Þú sást, það var ekki að þú sæði kynfæri fólks af því að það hefur byrst myndir af kynfærum fólks áður. Það sem var svo sjokkrandi var að þú sást framan í fólkið. Þú sást andlitin, þú sást augun. Augun eru kynþokkafullir hluti líkamans vegna þess að það sem að ljósmynd sem er bara anatómía verður erotík leiðu þú sérð augun á módelinu. Ég ætla að byrja að svara þessu með klámvæðinguna því það er bara sólít viðhorf og þú talar guðfræðilegar greinar sem voru inn á milli. Það er þekkt í svona blaðamennsku. Ég noti þetta stundum að með Playboy að það er leiðin til þess að dreifa því sem víðast er að hafa góð viðtölið í. Þannig að Playboy djöfusi sorprit að það er góð viðtölið í. Ég les það fyrir viðtölið. Hann náðu þér dreifingu. Ég var stundum með viðtölið á fólk. En viðtölið voru ekki það sem að dreif vagnin áfram, heldur voru það myndirnar. Og hitt er eiginlega bara svona bara grár litur til að fylla einhverja blaðsíður. Líka til þess að réttlæta að ég geti látið sjá mig með blaðið og hitt og þetta en það sem að drífur vagnin áfram það voru ekki grein þín musterisvændið sem að jók söluna svona mikið. Nei, það voru myndirnar að stelpuna á forsíðunni. Maður þarf ekki að vera rosalega feministi til að segja þetta er bara klámvæðing sem að var þarna vissulega tilheyrir þessu tíðaranda. Ég man alveg eftir 10. áratugnum að furðuleg svona klámvæðingar hugmynd. Spruttu upp nektarbúllur á öðru hverju götuhorni í Reykjavík. Ég man alveg eftir að þessi bylting gekk of langt eins og aðrar byltingar. Að þegar samfélag okkar bælda og þrúaða samfélag, teprulega samfélag, loksins tekur það ákvörðun nú þurfa að skera upp herur gegn þessu, varpa af sér þessari byrði, þá gekk hún allt og langt, eins og byltingar gera. Og bleikt og blátt undir minni ritstjórn sem einhvers konar málgagn kynlífsins og sem einhvers konar málgagn andtepruskaparins gekk ábyggilega of langt og kannski margt þarna sem kannski endist ekki vel og ég myndi svona, ég var búin að gleyma þessu, en ég held að bleikt og blátt hafi verið, var hluti af tíðarandanum af því sem var að gerast. Er það á tímarit.is, veistu það? Ég hef ekki hugmynda, ég hef ekki skoðað það. Ég er bara hvort að sé raunverulega lífandi. Áhugavert þess en ég man eftir öðru til dæmis að
það kom einhverjar kvartanir það, þetta væri í búðum og það væri, Í augnhæð barna. Já, í augnhæð barna, að þá, sem sagt, áttaði maður, þetta var alveg rétt. Við viljum búa í samfélagi sem er leyft til sýninga fyrir alla aldurshópa. Þannig að ég tók þá ákvörðun að milda forsíðurnar. Þannig að það voru ekki djarfarmyndir á forsíðu. Og ég tók líka þá ákvörðun að framan á hverju einasta blaði stóð sem að mér bara engin lagaleg skylda til að gera. Ekki ætlað lesendum yngri en 16 ára. Það getur nú verið auglýsingatrygg, sko. Já. Ég ætla líka að segja, en sem sagt, kvikmyndir þurfa að fara í gegnum kvikmyndaeftirlit til þess að ákveða hvað máttu vera gamalt til þess að skoða það. Það er ekkert tímarita eftirlit á Íslandi. En farið að heyra þetta lengur í dag? Blekt og blátt. Já, svona, já, kannski innan kirkjuna bara meðan ekki meðal kirkjuna. Kemur klámpresturinn. Já, þú hefur verið kallað það með þessu. Já. Það er ekki, klámpresturinn. Mér var sendt eitthvað podcasta sem Stefán Einar var að tjá sig eitthvað og ég fekk nú ekki fallega umsögn hjá honum þar og hann fór eitthvað að rifja upp að ég hefði riðstýrt bleiku og bláu og væri gufuruglaður, svo ég vitni nú bara orðrétt í hann og hann mér sér gekk svo langt að segja sko að þegar ég var ráðinn vígður prestur þá hefði biskup átt að setja hnefann í borðið og segja nei, þessi maður verður sko aldrei prestur. Svona menn þurfum við ekki í okkar þjónustu. Þannig að Stefán Einar var með öðrum orðum að halda því fram að sem sagt í mínu tilfelli hefðu ekki átt að gilda lög og reglur veitingu prestsembætta. Að réttarríkið er bara fyrir hann og vini hans og fyrir menn sem að honum finnst vera gufuruglaðir eiga að gilda aðra reglur en reglur réttaríkisins. Og þetta heitir sem sagt fasismi á góðri íslensku. En þú náttúrulega verður prestur maður með fortíð í þessu og uppistandinu og öllum ánskotunum. Þú voru fyrirferð í þér í samfélaginu. Og mín fortíð hefur hjálpað mér rosalega mikið sem presti. Bæði hefur nú þroskað mig til að taka á móti fólki fordómalaust og með opinn huga og opið hjarta og hún verður til þess að ég næ til fólks og næ trausti fólks sem að kannski aðrir prestar ná ekki til. Auðvitað veit ég að það er fólk þarna út í bæ sem að hefur lítið álit á mér geti ekki hugsað sér að leita til mín. Þá er það bara allt í lagi. Sem betur fyrir ég ekki eini prestur á Íslandi. Við erum eitthvað á annað 100, þannig að þú veist, ef að einhverjum finnst ég ómögulegu prestur, notaðu þá einhvern af hinum 100. Það er ekki eins og þú veist, það er ekki eins og það sé verið að skerða aðgengi þitt eða réttindi til prestsþjónustu á nokkurn hátt þó að ég gegni þessu starfi. Ég heyri nefnilega oft þegar fólk kemur til mín ekki átti ég vona því ég myndi nokkuð tímann eiga eftir að vilja ræða við prest en fyrst þetta ert þú að fólk hefur séð mig, veit að ég fættist ekki sem prestur, veit að ég á fortíð, veit að ég hef upplifað eitt og annað og er ekki að fara að tala einhverja halleluja himnesku við það, heldur að fara að tala eins og maður um raunverulega hluti og raunverulegt líf. Svo er líka ekki hægt að gera öllu til hæfis, það náttúrulega alltaf, ef allir væri glæði með mann, þá væri maður, veit ég hvað maður væri. Og væri maður ekki neitt. Einhver sagði ekkert er þess virði að það sé sagt, en einhver staði sé einhver sem að vildi frekar að þetta hefði verið látið ósagt. Já. Þú ert þannig prestur að þú vilt að hún hafi, þú ert pólitískur prestur. Upp að því, ég er mjög pólitískur einstaklingur. Ég er pólitískur borgari. Er ég pólitískur prestur? Já. Var ég svo pólitískur? Ef þú lítur svo á að það að biðja frið og eindrægni meðal þjóðanna, að þú lítur á það sem pólitíska yfirlýsingu að biðja að leiðtogar veraldarinnar stjórnist af sáttavilja og mildi, ef þú lítur á það sem pólitík að við eigum að koma fram við aðra eins og við viljum sé komið fram við okkur og að
engum og sér í lagi að við okkar minnstu bræður og systur, ekki jafningja heldur yfirbóðara, heldur að við okkar minnstu bræður og systur. Hann hvetur okkur til þess að horfa á heiminn bara frá því sjónarhorfinu. Já, ef þú lítur á það sem pólitíska yfirlýsingu að við eigum að gæta réttar munaðarleysingjans ekkjunar og útlendingsins, þá var Jesús pólitískur. Og hrinda borðum víxlarana en hann var ekki að hrinda borðum betlarana. Nei, og þar af leiðandi ég pólitískur prestur. En þú veist, morð er morð. Það gildir einu máli hvort það var framið af pólitískum ástæðum eða ekki. Morð verður aldrei pólitík. Þannig að þú getur ekki gert kristinn boðskap að pólitík bara að því að boðskapur ákveðna flokka í meira samræmi við hann heldur en annara. Var, þú veist, einhvern tímann sá ég einhver umfjöllun það hvort Jón Sigurðsson hefði viljað að Ísland gengi í Evrópusambandið eða ekki. Þú veist, og báðir reyndu að tefla þið fram að Jón Sigurðsson hefði verið einarður Evrópusambands. Hannes Hólmstedt sé alltaf að skrifa ritgerðir það að Snorri Sturluson hafi verið thatseristi. Já, ábyggilega, En þú veist, það bara ekki hægt að tala um þetta var ekkert issue þá. Og Jesús starfar í samfélagi þar sem að, hvort var hann að tala trúarlega eða pólitískt. Fyrir 2000 árum fyrir botni Miðjarðarhafsins var þetta ekki aðskilið. En ætti það að vera aðskilið? Þetta var ekki, að sjálfsögðu ætti það að vera aðskilið. Eða vera með pólitíkina bara í einhverju sér hillu? Allt, eins og einhver sagði, allt er pólitík. Nei, þegar ég segi að þetta verður aðskilið þá meina ég myndi ekki vilja sjá hér á Íslandi einhvað bandalag á milli kirkju og starfandi stjórnmálaflokks. Það er það sem ég á við. Ég gæti, þú veist, ég reyna að vera sjálfur með samkvæmur, ég geti ekki haft pólitíska afstöðu sem stangaðist á við mína kristna afstöðu. Að því leyti ég pólitískur prestur. Að því leyti ég pólitískur prestur að ég prestur og ég hef tekið þátt í pólitík og hef sterkar pólitískar skoðanir og ég hef nýtt mér rétt minn sem ég hef sem borgar í þessu landi til að tjá þar. Ég afsalaði mér ekki þeim réttindum þegar ég tók prestvígslu. Ég hins vegar hef enga heimild til þess að taka þær með mér upp í predikunarstólinn. Ég verð að skella þær eftir fyrir utan. En ef að fólk upplifir það að útlegging mín á fagnaðarerindinu, boðskapurinn kærleik og frið og sátt, sé pólitískur, nú þá er hann það kannski. En þá er það einhvað sem ég gerir mér ekki grein fyrir. Þú veist, maður verður að taka gleruguna nefinu til að sjá þau, Ég bara horfi á heiminn í gegnum þessi glerug og þú verður að segja mér hvort að þau eru pólitísk eða ekki. Því ég sé þau ekki. Nei, þessi predikanir eftir sem að mér finnst vera pólitískar. Svona innleggin í samfélagsumröðuna og það sem að maður getur notað. Ég man ekkert hitti ég mann sem að sagði að maður nota trú bara eins og hvort þannig eldhúsgagn. Og þá er það að nota boðskap Krist til þess eitthvað skaggs, það verður að nota hann til þess að geta greint í stöðuna í samfélaginu og náttúrulega í sálinni líka. Ég held að það stundum áttuði verið að halda fram eins og að trúin eigi að vera svo einkanleg að hún eiginlega, sem að mér finnst aldrei ganga upp, að við erum náttúrulega félagsverur og stæðstu hlutin á okkur sjálfum meira á milli okkar og annars fólks. Sumum er voðalega illa við að fagnaðarerindi hafi einhverju félagslega vídd og vilja meina að það eigi bara við innra líf hverjar mannesku, en þú veist, innra líf hverjar mannesku lítur að hafa áhrif á það hvernig hún breytir félagslega og breytir þarna út í samfélaginu. Það er mjög erfitt. Kristur er náttúrulega mjög mikið eiginlega að segja okkur það. Það var ekki hans innra líf sem að velti borðum víxlarana. Það var beinlínis aktívismi. Og hann leggur mikið áherslu upp á samfélag mannana. En ég held að það hafi verið Karl Barth, svissneskur guðfræðingur, einn áhrifamesti guðfræðingur 20. aldarinnar. Alltaf hann hafi sagt, predikarinn á að vera með biblíuna í annarri hendi og dagblaði í dag í hinni. Sem sagt, predikunin á að varða líðandi stund en hún á að vera byggð á hinum kristilega sannleika sem biblían geymir. Hún á að heimfæra fagnaðarerindið
upp á samtíman, sko. Og þetta kunst að gera þetta, sko. Ég hef hlustað á predikanir sem að reyna þetta og verið að vitna í eitthvað svona tal í samtímanum eða, ég hef hlustað á predikanir sem að vitna í velvakandi í mókanum, sko, og verið að leggja út frá því. En svo hefur maður líka séð það sem verið að raunverulega adressa eitthvað sem að sem að maður getur gert ráð fyrir því að stór hluti safnaðarins sé að hugsa. En sko, það kannski þannig með predikanir að það kannski með þær eins og grín eða eitthvað sem að, þú veist, predikun skrifuð fyrir ákveðin söfnuð, ákveðin stað og ákveðin stund. Predikun alltaf háð stað og stund og það svona kannski eldast sumar predikanir ekki vel, þó þeir hafi verið góðar og heitt í mark þegar þeir voru fluttar. Af því að þær bara, predikunin til þessa dags. Og þess vegna segja sumir, sko, einhver hefur lesið þessa predikun, hún eins góð og daginn þegar hún var ennþá eins góð og daginn þegar hún var samin, sem fyrir mér því hún eins vond og hún var þegar hún var samin. Af því að, ef einhver af mínum predikunum á til fólks eftir 50 ár, þá eru það ekki þær predikanir sem ég í dag myndi líta á sem svona, sem ég væri stoltastur af. Það væri sennilega einhverjar skítarettingapredikanir, sko. Herðu, þú hættir að drekka. Þú ert alkoholisti? Já. Hvað mótaði það þinn persónuleika mikið að vera með þennan sjúkdóm? Sko mjög mikið. Ég hef stundum sagt að það bjargaði lífi mínu að byrja að drekka. Að það var bara eins og Guðsblessun. Það var bara eins og ég hefði haldið niður í mér andanum í 15 ár. Allt einu bara og ég var frjáls. Ég gat fíblast og flippað og hafið afsökun. Ég gat meira að segja reynt við stelpur á þess að kuðlast hon í gólfa feimni og roðna upp í hálsrætur, sko. Þetta var bara kraftaverka lyf og ég var hamingjusöm fyllibitta í 20 ár. Bara hjálpaði mér mjög mikið. En ekki sérstaklega hamingjusöm hann að seinni hlutanlega? En sko, og þegar ég segi ég var hamingjusöm fyllibitta í 20 ár, þá spyr fólk mér, af hverju hættur það að drekka? Það er að því ég var fyllibitta í 25 ár. Já, ok. Og það eru þessi síðustu 5 ár sem þegar meðalið mitt við sjálfum mér hætti að virka og allt sem ég var að flýja inn í móðuna elti mig þangað. Og ég fór að gefa í, ég þarf þá meiri móðu, sterkari efni og ekkert virkaði. Og ég alveg reiðbúinn til að leggja eitt og annað á mig til þess að þurfa ekki að fara aftur þangað. Þá hausinn á mér sendi mér með reglulegu millibili glansmyndir af því hvernig lífið var og ástandið var þegar ég var rockstjarna og hárið gekk fyrir fullu húsi og maður sat í hópi fræga fólksins á Arnarhóli og lét Jónu ganga áður maður farið, skilurðu. Heilin á mér alltaf að senda mér þessar glansmyndir. Manstu, akkur ferð ekki þangað? Hvað er það? Hann sendi mér ekki glansmyndirnar af því þegar maður vaknaði einhvers staðar út í bæ og vissi ekkert hvar maður var og langaði að gubba en hafði ekkert í maganum til að gubba og týndi á sig spjarirnar og læddist út áður en hitt fólkið í húsinu vaknaði og þú ert staddur einhvers staðar upp í Írafelli eða eitthvað, sko. Með tilfinningum og að gert eitthvað á þér á þess að vita hvað það var. Valla munandi hvað þú gerðir en eitthvað sem þú hefðir aldrei gert ef þú hefðir borið það undir edrú þig áður. Stundum alkólistar tala að eins og alkólism sé eiginlega svona persónugerð, sko, það hefur eiginlega verið alkólistar áður en byrjað að drekka. Og svo þú ert ekki búin að drekka í 20 ára. Ertu ennþá alkólisti? Já. Já, ég veit af með sjúkdóminn, en sem svona persónueinkenni. Ég reyni að forðast að það kemur upp, sko. En Hefur tilneyingar til þess að... Sko, ég hef, á þessum 21 ári sem ég hef verið án áfengis og vímuefna, hef ég dottið í það. En ég hef ekki dottið í neyslu vímuefna og áfengi bara vímuefni. Ég hef dottið í gremju, ég hef dottið í sjálfsvorkunn, ég hef dottið í frestunar áráttu.
ég hef dottið í eitt og annað. En sem til allra guðsammingi hef ég aldrei dottið í neyslu. Áfengi er bara non-issue í mínu lífi núna. Ég hugsa ekki áfengi nema, örsjaldan og þá alls ekki með einhverju eftirsjá eða löngun, heldur bara einhvern veginn, það ber á góma í hausnum á mér. En er ég alkohólískur persónuleiki? Maður, ég held að ég hafi ekki skipt persónuleika við að hætta að drekka. Ég held að ég hafi þroskast og róast og öðlast pínlítið meiri sátt bara við lífið og tilverun og ákveðið æðruleysi gagnvart bara heiminum. Sem hefur kannski ekki náð ef þú heldur áfram að drekka, þú er ekki náð að þroskast. Nei, kannski ekki. Og svolítið staðinaður eða ekki þegar þú hættir. Algjörlega. Og en þá er spurningin, er ég þá ennþá sama persóna og ég var áður en þessar breytingar áttu sér stað. Ég held það og ég sé sami í sjálfs, allavega eins og ég skil orðið persónuleiki. Ég er sami persónuleiki og ég var þegar ég var í neyslu, en ég er bara, eins og ég segi. Og það að vera alkohólisti markaði þig, eða hvað? Já, ég skil það er óhjákvæmilegt. Ég bara heyri fólk tala þetta, mér finnst það svona misjætt hvað fólk talar hvað alkohólismi markaði persónuleikan og ég hef verið að veltaði fyrir mig, ég er með ýmsa aðra sjúkdóma og svona, ég er með svona flogaveiki og stundum er að veltaði fyrir kannski og það bara haft meiri áhrif á persónuleikan minn heldur en alkohólismi, ég veit það ekki. Kannski hefur einhverjan mín haft meiri áhrif á mig heldur en persónuleikan, ég veit það ekki, það getur verið, En ég held samt sem áður, ég heyrði einu sinni mann segja, það var á aðfundi. Og ég er ábyggilega ekki að brjóta nein lög af því ég ætla ekki að nafngreina mannin eða neitt svoleiðis. Hann sagði ég er ekki hér af því að mér langar til þess, ég er hér af því ég verð að vera af því að ég er alkohólisti. Ég vildi óska að ég væri ekki alkohólisti. Því þá geti ég alltaf verið fullur. Ég er alkohólisti og má ekki drekka, ég vildi óska að ég var ekki alkohólisti, þá væri ég alltaf fullur. Og ef þú tengir við þetta, ef þú skilur hugsunum sem er þarna á bakvið, þú verður að vera alkohólisti bara til að tengja þetta, bara til að skilja hvað hann meinti. Og ég skildi það. Og þar af leiðandi bara identifísera ég mig sem alkohólist. Herðum, það er gaman að fá þig að spjalla daginn og veginn. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að bjóða mér. Hvað þetta var að gera? Þetta að fara að predika? Nei, ég á frí næstu helgi. Ég var að predika síðustu helgi. Ég er að fara að skrifa minningarorð. Ég var með útför á laugardaginn. Og svo á ég núna í eftirmiddaginn er ég að fara á fund. Varðandi friðarmessu sem ég ætla að reyna að vera með í febrúar. Biðið þá sérstaklega fyrir Palestínu og Úkraínu. Ertu glaður þegar þú vaknar á morgnana? Hérna fæ ég nýjan dag. Ég er þakklátur. Og ég er mjög þakklátur fyrir líf mitt og verð þakklátari fyrir líf mitt eftir því sem ég kynnist fleira fólki og þegar ég sit, mínar bestu stundir eru þegar ég sit heima og ég er með allt fólki mitt hjá mér. Ég er með öll börnin mín 5, barnabörnin mín 6, foreldra mína og ég er að dæla mat ofan í alla og það heyrist alla mannsins-mála því allir er að tala saman við alla og í kross og eitthvað svona og þú veist, enginn er fullur og enginn talar ekki við einhvern annan og enginn er með einhver fornemaður, enginn óuppgerð mál, það er enginn að grenja inn í herbergi og þú veist, og það er enginn eitraður persónuleiki á svæðinu að stela allri athygli og þetta er bara ég er svo þakklátur fyrir það að því Guð veit að það er ekki allir svona lánsamir og því hef ég fengið að kynnast og eftir því sem ég kynnist betur og betur og betur verð ég bara þakklátari fyrir það að þú veist, hvað sem líður allir upphefð og tekjum og frægð og frama og karrieri og öllu. Ég og fólkið mitt erum öll svona, ég ætla ekki að segja andlega heilbrigð, en
hver er það? Nógu fúnkerandi. Við erum öll í þokkalegu lægi og tengsl okkar eru heilbrigð. Það er Guðsblessun. Já. Takk Davíð Þór fyrir að koma hingað og deila þér með okkur. Takk fyrir að bjóða mér. Og þetta er helgispjallið seinni í dag, það voru úrval vikunar og svo í hádeginu á morgun það voru þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils, hvetur þess að fylgjast með dagskránni á samstöðinni. En öðru leyti bara njóti helgarinnar og ætla maður verði ekki að segja bara áfram Ísland eins og staðan er í dag. Takk fyrir í bili. Segðu það á samstöðinni.